Velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni. Klukkan núna 16:00 eða svo gott sem. Eftirmiddagur á föstudögum þá höfum við þessum kvöldum vikuskant, förum við fréttir vikunnar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki. Og þannig staðan í dag. Hérna hjá mér situr Þórdís Gísladóttir, rithöfundur og þýðandi, sem ekki með bók í bókabúðunum. Hvernig það? Það eins og trillusjómaður sem kemur með engan fisk? Það mjög bara fínt. Ég tjá mig fjálglegum aðrar bækur annara. Þannig að það verður dómar hér á eftir, stökkidómar. Já, ég segi það nú kannski ekki. Herðu, Vera Vondur Sölvadóttir leikstjóri, þú ert ekki með neina mynd? Já, ekki bók heldur. Ekki bók heldur? Nei, ekkert að gerast. Ok, og Teitur Atlason, hann vinnur í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og það orðið þekkt að það hefur ekki verið að byggja neitt eiginlega frá því að hann byrjaði. Það allt stopp. Það markarinn í frósin. Það einfallega sannig. En Hrafnhildur Gunnarsdóttir, hún leikstjóri líka og ég er búin að sýna hvaða margar myndir í ár, 3 ár eða? Já, 3 ár í ár. Ég kláraði á 5 mánuðum, nei, á 13 mánuðum kláraði ég 5 myndir. 5 myndir? Það er svolítið vel ílagt, svolítið, já. Ég fór bara svona í nett, já, burnout eftir það. Eftir það? En samt ekki. Kulnun? Já, kulnun. Nei, það er svona, já, ég er bara örþreytt. En nú er aðvendan og það er vist besti tíminn til að vera í kulnun. Já. Það er svona kósi tímið, ekki? Já. Kakó og pepparkökur og ekkert alltaf langi dagar. Bara 4-5 tímar. Já, mjög lengi. Hvernig þið við skammdegið? Bara svona ágætlega, það er bara óumflýjanlegt einhvern veginn. Það tekur þessu, ég er búin að venjast. Ég þannig,
Það ekki, ég þarf svo sem ekki að fara út kláðan 8 morgunna. Þau eru kannski á gömul að það náttúrulega stæðsta frétt dagsins í dag hjá yngstu kynslóðinni það að stekkjarstaur komin út. Já, ég veit nú allt það. Þú veit alltaf það? Já. Það ekki stærri tíðindi heldur það? Nei, já, það var 7 ára dóttir minn spurði mig í gær, mamma, sumir krakkar segja að það séu foreldrar sem koma með í skóinn. Og ég alveg, í alveg. Hver að bera þetta út? Hver segir það? Tek alveg á þátt í þessu fullu, en sem sagt ég gaf hvorki Afni á svar með það og hún fékk vasaljós í skóinn í morgun. Af því að ég elska það þegar að skammdeginu líkur. Ég verður til gleði mín á 22. desember. Fengur þið í skóinn? Er eitthvað vel við jólasveinana? Ég og dóttir sem reyndar orðin 18 ára núna, ég held að sé aðeins búin að jarna sig. En hún var svo skelld við jólasveinana alla sína æsku. Mér finnst jólasveinana ég held að svaf upp í frammi við fermingu í desember Ég sé jólasveinana fyrir mér sem leið horfnu kynslóða til þess að lífga upp á skammdegi fyrir krakka. Þannig ef það brakaði kannski í einhverju húsi, það brakaði í þessum húsum eða heyrðist eitthvað kling eða eitthvað datt og þá spyrir krakkinn, hvað var þetta? Þá segir pappinn, þetta hlýtur að vera jólasveinninn. Ég er alveg bara að það sé til Þá segja, jólasveinn, já, þið komið núna. Hver? Já, og svo byrjar sagan. Mér finnst þetta að vera svona falleg leið foreldra til þess að svona ræða pínlítið krakkana og svona lyfta, gera svolítið ævintýri úr þessum frekar daufa tíma sem að skammdegi. En þetta haldið fram að jólasveinarnir séu verið að skröksaga? Nei, þeir eru til. Þeir eru til, ég sá stekkjarstaur í dag. Já, hann var í Vesturbæjarlauginni með mömmu sinni. Með mömmu sinni sem er Grýla? Já, ég sá þau ekki ofan í laugin en ég veit þau fara í bað ábyggilega allavega einu sinni á ári. Þau ábyggilega ekki farið í bað síðan að síðustu jólum? Nei, þú þarf náttúrulega að fara í sturtu og ferði ofan í laugina, en þau voru þarna, ég sá þau ekki fara ofan í, en ég hugsa að mögulega hafi þau verið að fara í jólabæði. Síðan í nótt, þá vakna ég og fer fram og það er búið að kveikja ljósin. Ég sé enga aðra útskýringu heldur en það sé bara stekkjarstaur. Hann kemur ekki fyrir aðfokadag. Þetta er stekkjarstaur, hann er bara náttblindur. Þú veist ekki alveg hvernig þetta er. Það getur vel verið að þetta sé einhverju... Þessi að við skipta vöktum eins og vaktafinu fólk. Ég get alveg trúa því. Gæti verið. En svo kom einhver nýr usli, skils mér, á yngri maðurum og það er einhver, ég veit ekki alveg hvað þessi hefð kemur, en það er einhver jóli sem að... Einhver álfur sem að gera einhvern óskunda. Það er eitthvað nýtt. Alla nætur, Svo er alveg búið að spenna að vakna upp. Já, það fer allt í rúst, kannski. Þannig að kannski var það álfurinn sem að... Já, því að mér fannst þetta pínu creepy af því ég held ekki að jólasveinninn kæmu inn. Já. Þeir væri fyrir utan gluggann. Hvernig geta þeir sett í? Þeir eru bara með alls konar leiðir. Já. Ég fann einu svona skegg sem hafi fest í glugganum. Hann hefur verið að flýta sér. Það er alls konar sem gerist um mér. Já. Herðun. Fréttirnar, ég var að skoða bara hvað er efst í fréttum, RÚV, það er að Sanna Magdalena var að gefa út yfirlýsingu, hún ætlar ekki að fara í framboð fyrir eitthvað flokk, hún ætlar að búa til nýjan framboð, vill sterka og stöðu og samstöðu og vinstri vengnum, segir hún. Komið tími á að gefa flokkonum aðeins hlé og er líklega þá ekki bara að tala við sósíalista sem hún bauð sig fram fyrir síðast, þetta er líka fólki í VG og Pírötum sem eru flokkar í vanda. Finnst ykkur þetta skipta máli? Það mæltist þarna að voru 1/4 Reykvíkinga sögðu að Sanna stæði sér best allra borgarfulltrúa, þannig að hún nýtur. Þetta er kannski rökrétt framhald af því að öll þessi atkvæði duttu niður dauð í síðustu kosningum. Þannig að kannski er þetta... Ætlar hún sem sagt... Hún ætlar að búa til nýtt framboð. Búa til nýtt framboð, sem sagt hún er búin að... Já, og er það að kalla til liðs við sig. Já, líklega er þetta hugmyndin. Kannski, eins og sagt, stoppar ekki síminn á henni núna. Þetta er ekkert slæm hugmynd, mér líst bara ágætlega á þetta. Ég held að þetta varð einhvern veginn að fara. Ég held að sé það er einhverjir kraftar þarna sem þurfa að komast út. Og ég held að Sanna bara fullt erindi áfram í borgarstjórn, allir eru ánægðir með hana. Hún er skelegg og tala skýrt og það skiptir máli og ég held að hún njóti virðingar og trausts.
Við nennum ekki að tala Eurovision eða hvað? Bara loksins segi ég nú bara. Eurovision. Þó fyrir hefði verið. Já, þó fyrir hefði verið. Ég segi ekkert meir. Nei. Þetta Nei, mér finnst þarna, með þetta Eurovision, mér finnst þarna, ef það heldur einhver að Ísraels, að herfóringunum í Ísrael, þetta skýtsam þetta, en þetta er einhvers konar byltingavind hjá svona valdalausri þjóð eins og við erum, að reyna að hafa áhrif á þessar hræðilegu atbyrði sem að eiga sér staðana. Við erum líka með þess að taka skýra afstöðu. Þegar öllur á botningkvöld þá skiptir þetta engu máli. Þetta skiptir máli fyrir okkur, sko. Já, það er eitthvað svo getur það tekið það ákvörðum bara út frá okkur að við nennum ekki að vera í þessu partíi. Það sem ég ætla að segja, að Netanyahu og þeim skálkum sem að stýra þessu öllu saman, þeim er alveg sama. En þetta er svolítið svona herkall inn á við. Við viljum ekki vera í partí með þessu fólki. Þar er það og þar er það. Ég held að þetta sé alveg rétt sem að koma. Þú veist, það er erfitt að fagna þarna undir þessum kringustæðum. Það er erfitt að halda partí í Auschwitz, getum að róla það. Það er svolítið þannig, sko. Ég held að það sé alveg rétt. Mér finnst það bara að vera í Ísland að taka mjög skýra pólitíska afstöðu í þessu máli. Og ég segi bara eins og þið að við hefum átt að gera það fyrr. Og þetta hefur áhrif. Maður sér það bara það eru umræði í Ísrael að tala að Netanyahu hafi sig að eyðileggja það sem er kallað soft power í Ísrael á Vesturlöndum. Það sem að það varð að taka tilliti til þeirra og fleira og hafðu svona áhrif að þú gast ekki ögrað Ísraelsmönnum og það var bara fyrir svona 2 árum að þá voru við að ræða hérna að það voru menn þorði ekki svona standa upp í breska þinginu og tala gegn stefnu Ísrael. Dagens Nyheter lokaði kommentarkerfinu sínu á Facebook. Hver? Dagens Nyheter, sænska. Út af þessu? Já, fréttum að Ísland dræði sig út og það kom einhverju svona síðanistabottar, alveg pottþétt, því að einhverju voru að segja að þetta eru sömu komment og eru á einhverjum öðrum síðum alveg eins og svo, ég sá þau ekki en ég sá bara, það bara við erum búin að loka athugasemdakerfinu og að því fólk bara fer ekki eftir reglunum sem við setjum. En svo er að tala um þetta skipta ekki máli. Mér finnst þetta skipta máli og ef að enginn gerir neitt, hvað þá? Að við getum við ekki þá gert það sem við getum gert til þess að hafa þá kannski í framhaldinu áhrif á fleiri. Það er líka bara gott að láta vita að það sé ekki allir sammálustu. Það er allavega, þú veist. Já, þetta er eins og ég segi, ég held að þetta hafi engin áhrif á framgang. Já, það sem ég var að segja að það er verið að ræða að Netanyahu segir að búa að eyðileggja Ísrael með því að hafa drepið og gengið frá raunverulega þessum er kallað svona soft power í Ísrael. En það eftir bara hard power. Ég held að vald Eurovision keppninar sé algjörlega ofmetið hérna á Íslandi. Þetta er bara hluti af því að það er bara Ísraelsmönnum líður orðið illa í erlendis vegna þess að þeir verða var við þessa handúð gagnvart stefnustjórnar. Já, alveg pottet sko. En þetta er einn af þeim fáu stöðum þar sem við getum tekið þátt. Það er eitthvað svoleiðis. Þetta er svona hinn valdalausi eitthvað að reyna að segja hér er mitt innlegg inn í þetta mál. Mér finnst við verðum að hætta með þessum minnumáttakend, við erum ekki valdalaus. Ég skil ekki alveg hvað að segja valdalausi sko. Það er valda okkar hvort við tökum þáttu ekki. Ég held að Ísland hafi ekkert með þetta að gera. En hins vegar ég er alveg sammála að það er erfitt að taka þátt í þessari keppni undir þessum kringustöðum og það er það. En ég held hins vegar líka að það hafi ekkert að segja með framgang þessara atburða sem eiga sér stað núna. Þetta skipti engu máli. Ég held að herforingjarnir sem stjórna þessu og Netanyahu, þeim er anskotan saman. Þú getur sagt þetta við hvað sem er, sko. Þetta stoppar nú ekki stríðið. Þannig þá gerur bara ekki neitt. Þú getur ekki stoppað stríðið og þannig getur ekki gert neitt. Og það er ekki að gera neitt. Ég nægir þessu rökum. Þetta er mín upplifun sko. Það er bara, hún er svona. Og það er bara þannig. En þú getur valið að taka ekki þátt í partíinu með þjóðarmorðinu. Það er þannig, já. En snýst þetta ekki líka það að þeir náttúrulega gengur líka allhressilega fram af öllum með þessum gerfi atkvæðum í fyrra eða í ár fyrir ekki að þau erum ekki komin. Og svo náttúrulega aðalsponsorinn er ísraelskur sem auglýsir þetta Moroccan Oil. Það er alveg stöðugt og ég er búin að vera gubbið við því í nokkur ár sko. Sem eru hvað svona snirtifurur, okkur þeir fyrir á Marokko. Já, þeir eru að Þetta er arganolía frá Marokko sem að... Ég er búið ekki hana.
Það búið að eðalega Það er bara hana. eitthvað ísraelst fyrirtæki sem að keyptu örugglega eitthvað fyrirtæki sem að var í þessu. Já, já. Það er svona eins og með hérna greiðsluhirðisfélagið þarna, íslenska, Já. sem er í eigu Ísraelsbúa og er ekki líka þarna lyfjafyrirtækið, sem einhvern íslensk lyfjafyrirtæki sem er í eigu Ísraelsmanna. Þeir eru við það sko. Já, þeir eiga náttúrulega líka rosalega stóna hluta af öllum fjarskiptum. Já, já, öll okkar já. fjarskipti er tengd inn í einhverja ísraelska satellæta og Já, þetta er eitthvað svo þannig að það er svona Það eru líka bestir í því að búa til svona njósnatæki til þess að fylgjast með almenningi. algjörlega. Ég meina Þannig þið að- sjáu nú það hvernig þeir sprengdu þessa Hamas liða upp, mér er búin að setja einhverja símbóða sem að gáttu sprungið og drepið á. Haldið að sé eitthvað gerfigreind hjá Mossad sem er að greina þáttin okkar hvort að við séum að tala vel eða illa. Klárlega 100%. Ég held að það sé ekki hann. Talandi um það, þetta er nú eina stór fréttum hérna vikunar. Ég veit ekki hvort að ég var búin að benda ykkur á hana, en hérna þið fá ekki að fara til Bandaríkjanna nema að leyfa Trump að lesa allt sem þið hafið skrifað á samfélagsmiðlum undanfarin 5 ár. Já. Verðum að góð. Hvenær kom þetta í ljós? Það kom bara í... Þeir hafa nú verið Verðum við góða að gera fara það. á þessar Ég Facebook þegar bara síður. eitthvað botti sem les, þú er bara að gera svolítið að opna síðuna og svo er bara Hvað er þetta að segja? Já, já. Já, Ef þeir að- kemur ef bara að þú einhver nefnir Trump, eitthvað forrit. þá metu gerfigrindi hvort það sé jákvætt en neikvætt og þú farið bara einhver stig og kemst ekki til Bandaríkjanna því að þú talar illa um Trump. Já. Ég held að prófílmyndin mín meina mér nú bara aðgangu, bara nú þegar. Og þú ert með paríska fánan. Já, ég held að ég sé ennþá með hann. Kannski ef þú setur bandaríska fánan í 5 ár þá getur þú unnið það tilbaka. Æ, nei. Það er satt svona að ef þú reykir í 10 ár þá ef þú ert reyklus í 10 ár þá ert þú frjáls. Já, einmitt. Eða bara býða með að fara til Bandaríkjanna. Það er líka option. Það er sannlega best. Er langt síðan þú varst ekki í Ég Bandaríkjunum var nýlega í Bandaríkjunum og ég var tvístíðandi hvort ég ætti að fara en ég var boðið og ég var bara að samkvæmt allra ráðið bara delítiði allt úr símanum mínum áður en ég fór í gegn. Svo var nú reyndar verkfall af því að þeir voru með allt í járnum, ríkisstarfsmenn og það voru 2 landamæraverðir að afgreiða allar þessar vélar sem voru að koma inn og ég var númer 30 í röðinni og það tók mér reyndar bara 2 tíma að komast í gegn en það voru 300 manns fyrir aftan mig. Svo þegar ég fór í gegn þá spurði hann mig, hann horfði á passan minn og spurði mig hvort ég væri nemandi. Ég bara, byrjaði, ég er 61. Gæti alveg verið. Já, ég meina það ég gæti alveg verið nema, ég er náttúrulega nemandi en þetta Þeir var... eru svolítið eftir, þeir vil ekki fá inn nema erlendis frá. Já, ok, kannski var hann að tengja því. Þeir eru sérstaklega að fylgjast með þeim. Já, ég tók það sérstaklega fram að ég væri hérna í boði íslenska sendiráðsins og taldi mig vera þá undir einhverju verndavæng. Ég ætlaði sko í reunion með manninu mínum, við byggum í Bandaríkjunum 90-91 í sumar og þá búið skipla ekki það að þessum vorum með hann í mastersnámi. Við bara, byrjum að bara sleina af því sem við erum ekki að koma. Já. Slóðu þið þetta? Við bara slóðum þetta í lag því að þannig sé það. Bara út af Trump og... Já, ég bara, Þetta er ekki gott ástand. þannig að við ætlum kannski að hittast bara í Kaupmannahöfn eða Vínaborg í sömri staðinn. Þetta er svona ágættu vinahópur sko. Ég lendi dótturvina sem er 18 ára, hún ætlar ekki að fara til Bandaríkjanna meðan Trump er. Nei. Hún hefur sótt alveg námskeið og svona, en hún bara vill ekki fara til Bandaríkjanna meðan Trump er. Það er bara mjög skilnilegt. Mér finnst það bara mjög... En talandi um hann hefur hérna verið að greina svona stöðun á Evrópu og komist að því að Evrópa standi á brún þess að fara í það sem hann kallar siðmenningarlega útrýmingu. Og ef Evrópa grípur ekki breytunni stefnu bara mjög fljótt, að þá er hætt við að innan 20 ára verði mörg lönd í Evrópu orðin óþekkjanleg og verði þannig búin að missa allan karakter sinn að það sé ekki hægt að stóla á sem bandamenn Bandaríkjanna. Er þetta ykkur upplifun að Evrópu? Þetta virkar svona svo newspeak. Þetta er svona öfumæla eitthvað, það finnst mér sko, en þannig snýr það að mér. Þjóðir eru alltaf að breytast, þetta er eins og tungumál, þau eru alltaf að breytast og mér minnist þetta sko að pabbi minn heitinn, hann lærði í Hollandi og það var eitthvað 1960 eitthvað slíkt og hann sagði mér að þessi þjóð sem að málarinn og málarinnir hollensku voru að mála og meiri sé alveg undir Van Gogh. Þessi þjóð er ekki til. Hún er búin að breytast. Það er búin að vera svo mikið innflöks. Rembrandtmyndir og kartöfluæturnar og fleira. Þetta er öðruvísi fólk.
Það eru bara breytur frá bara nýlendutímanum og þetta algjör viðskipta senter Evrópu. Þannig kemur fólk hvaðan af sest að. Þjóðin að breytast, tungan að breytast. Og allt breytingum háð og ég veit ekki hvað hann að segja að Trump að segja að þjóðir sé einhver fasti. Það alls ekki þannig sko. Þjóðir breytast, Íslendingar líka. Já, þetta líka bara einhverja línur sem eru dregnar einhvers. Og þetta líka svolítið skrýtin, hvaðan hefur hann þetta? En sem maður segir bara eitthvað svona eitt í gær og annað. Hvað hann að lesa á netinu? Í makarhreyfingunni, þetta bara hvíti yfirburðarhyggja, kristin hvíti yfirburðarhyggja. Sko ég einhvern tímann á Twitter, ég setti ég kom með svo mikið leið að þetta var áður en að Trump var rekinn eða hann stofnaði einhvern annan beðilega. Þá maður getur valið svona orð sem kom ekki. Þannig að ég bara sá alltaf ég geti þetta ekki. Já, gott sér. Trump kemur aldrei. Það var bara ekki að blása í þetta. Ég ætla ekki að láta þetta hækka með blóðþrýstingi. Þínir verður Trump ekki til. Jú, maður kemst nú ekki hjá því að sjá hann svona. En ég veit ekki, maður hefur náttúrulega tilfinningu svona á þess að sé svona fylgist eitthvað með, mér erfitt að fylgjast með utanríkismálum að því að það einhvern veginn hittar allt eitthvað uppþótt á einhverjum samfélagsmiðli en svona maður hefur svona tilfinningunni sko eru Trump og Putin að skipta á milli sín heiminum með eitthvað svoleiðis. Og Xi í Kína líka. Já, það eitthvað svona, þeir núna, þú veist, ég tek þetta og þú veist, þú mátt fá þetta og svona, þetta bara og þá fæ ég bara svona gamla kaldastríðskvíðan aftur sem ég ólst upp með. Gamli kaldastríðskvíðan. Já, þetta var ég ólst upp náttúrulega við að ég las Þjóðviljan Morgunblaðið Tímann sem barn og svo hlustaði maður á utangarsmenn að við varum öll að fara að stikna og brenna. Þetta var bara, þú veist, ég vil ekki aftur fá þennan út í maga. En ef þú varst með út í magan þá, talandi að við viljum... Það var náttúrulega, var ég barn, já. Deyja, nefnir með það. Jú, við erum öll deyja, en þá var maður náttúrulega barn. Þeir sem eru að fylgjast með þessu, við erum svo miklu nær kjarnorkustríðið núna heldur að var þá. Þannig ef þú varst hrædd þá áttur að vera skelft núna. En sem barn svona maður með öðruvísi kvíða núna, ég segi bara ég er gömul kona. Ég bara spring þá einhvers stær í loftu. Nei, en þetta er hræðilegt sko, alveg hrikalegt að þessi menn séu með svona mikið völd og þeir bara, þeim sé lyfta, það svo skrítið. En fylgist ekki með þessum miðstöðum að þessi horfa á bara í beinni útsendingu alveg ótrúlega merkilega tíma. Ég búin að fá bara allt þar að sýna á millistríðsárin og fleira með því að hlusta á það hvernig sko vittleysan er normaliseruð, hversu hratt það hvaða handstaðan við þessu umverulega veik, hvað allir til að segja hann margt til í því sem að Trump að segja og þá hugsa maður bara, vá, auðvitað var það þannig segjum bara í Þýskalandi. Það maður að segja að það er ekki allt rangt sem Hitler segir. Nei, já, en ég svo sem ég segi, eins og ég segi, ég lifi ykkur smá svona... Skiljanlega þessi reiði í fólki. Já, ég skil það. Fyrir að byrja að brenna ofan af gyðingum og svona. Þetta er náttúrulega fólk sem hefur orðið undir og skiljanlegt að það verið að fá útrás fyrir sína reiði. Ég hef bara minnst að vera bara komið þangað. Það sé alltaf verið að réttlæta reiðina. Ég verð nú hérna að, þegar við að reyna að greina ástandið og þessa pólarisinningu sem komin þá það er mjög ríkt í íslensku samfélagi að greina, að afgreiða þessar raddir sem þú vant að benda á sem rasisma. Þannig þú myndir ekki segja í millistríðsárunum að vandinn væri pólarisinning í þýsku samfélagi heldur að vandamáli verið uppgangu fasismans? Nei, það er ég ekki að segja. Ég er að segja það að það er mjög ríkt í íslensku samfélagsumræðu að afgreiða þá sem ekki sem eru með jaðarskoðanir ýmist til bara oftast til hægri sem rasista og það finnst mér alveg ótrúlega ódýrt og ótrúlega hættulegt. Myndur ekki skilgreina Trump sem rasista? Ég veit ekki, jú, örugglega, en ég er ekki að tala um Trump, ég er að tala um íslenska samfélagsumræðu og ég held að ef að íslenska vinstrið sífellt að gera þetta, að afgreiða raddir sem þau eru fullkomna ósammála sem einhvern rasisma, þá held ég við sem á kolröðu. Sá sem að bendir á rasistan, hann býr til rasisman. Það er stundu þannig. Það er stundu þannig. Ég heit þetta, ég er bara þessu nægi ekki. Já, ég upplifði þetta svona. Ég hlusta á þetta. Og margir sem að enduróma þetta aftur. Og ég sitt heima og hugsa. Getur þú tekið dæmi? Ég skildi það. Það er alltaf fram að ef einhver að benda á Trump og kalla rasista, að þar með eigur hann möguleikan á því að rasistanni vinni.
Þannig ef þú bentir á Hitler, þess að segja, þetta bara rasisti maðurinn, að þá ertu raunverulega að undirbyggja sigur nasismans. Nei, ég ekki að segja þetta. Þú heyrt þessi rök. Já, en mér finnst ekki gott að taka dæmi af endilega að fara beint út í Trump og svo út í Hitler. En ég bara að segja að í íslensku samfélagsumræðu þá finnst mér mjög rík tilhneiging að afgreiða ákveðnar raddir sem rasisma og rasista og alls konar þetta. Ég held að það sé mjög hættulegt og það verður bara að greina þetta betur og segja, hefur þetta fólk, það að upplifa þetta í alvörunni? Af hverju þetta svona reitt? Upplifa hvað? Þetta segja til dæmis með bara skýrasta dæmi, til dæmis með sko útlendinga andúð, basically. Hún bara töluvert rík hérna og ef slíkt kemur upp, þá finnst mér galið að afgreiða slíkt sem rasisma. Það verður að skoða þetta betur vegna þess að ég trúi því ekki að 20-30% þjóðarinnar séu ykkur í rasistar. Ég kaupi það ekki. Ég held að sé eitthvað þarna sem þess virði að skoða og reyna að laga eða fá eitthvað díalóg í gang en að afgreiða sem rasisma, þá það ídægum út í horn og þá grassir þetta bara. Og þau hugsa, það allt sem ég segi, allt sem ég finnst, bara eitthvað, þau segja þetta segir bara eitthvað rasismi og þá ertu bara búin að loka því af inn í einhverjum helli þar sem þetta bara magnast upp og magnast upp. Þú hefur svona ímyndu dæmi, ef við tökum bara, segjum eins og Stefán Einar, blaðamaður á Morgunblaðinu, sem svona síonisti, sem styður þjóðarmorð á palestínumönnum, oft með þeim rökum að palestínumenn séu raunverulega verra fólk en aðrir. Við mögum alls ekki hleypa palestínumönnum til Íslands, því þá erum við að grafa undan íslensku samfélagi. Myndirðu segja þetta væri rasismi? Já, ég myndi nú gera það. Já, en hvað okkur með við ekki tala um það? Nei, ég held hins vegar þú ert að tala um Stefán Einar, ég held að sé nú ekki margir sem að hugsa svolítið eins og hann. Ég held að sé svona... Hann með virðulega þátti, hann hafa með partí núna daginn í afmæli spursmála. Ég sá að það var meiri sig að Össur Skarphéðinsson sem var utanríkisráðherra þegar Íslendingar viðurkenndu Palestínu, hann var mættur. Já, ég held að hans skoðanir Stefáns Einar séu svona alveg yst í aðrinum og ég held að sé ekki dæmigerð, hann ekki dæmigerð fyrir það sem ég að segja og reyna að benda á og það bara svo að það sé á hreinu. Og ég held að hans skoðanir séu bara, ég held að séu ekki mjög fáir sem eru sammála honum þótt að hann hljómi kannski trúverulega og virðulega með einhvern þátt og allt þetta sko. Þá held ég að sá náungi sé ekki alveg með hausins skrúfa rétt á, ef ég segi alveg svo Hrafnhildur, þú búin að vera mikið í Bandaríkjunum, ekki? Jú. Þar margra áratuga þjálfun í því að tala um rasisma og þeir gera það betur en við. Já, held ég nú bara býti í tungun á mér sko, en ég skil alveg hvort að segja vegna þess að ég held að það sé kannski, þú veist, maður hefur hort upp á fólk sem og ég veit ekki, þetta bara eitthvað óræðið fólk sem hefur áhugjur af því að það sé að koma of margir inn í landið og það alveg rétt að það þarf að greina hvaðan koma þessar áhyggjur og þetta rasismi í hennum pjúra formi, þú veist, ég meina, fólk að benda og segja, já, sjáu nú hvernig fór fyrir Svíunum og sjáu þið óerðirnar á Norrebro og í Danmörku og en það náttúrulega, og það þarf að ræða hvernig fólk integrerað. Ég hef búið í Noregi, Danmörku og Svíþjóð og ég þekki þetta mál í Danmörku og Noregi og Svíþjóð og ég veit alveg í hvaða átt Ísland að stefna. Það augljóst. Ég hef vegna þess að vera að tala alltaf svona að þá ég stundu dundað mig við það því að ég hef verið að hlusta á Snorra Másson og Stefán Einar sem eru að hita undir kallana. Og meðan annars verið að vísa í Svíþjóð og ég hef til að stæðsti hópur innflytjenda í Svíþjóð eru sýrlendingar og ef það veri hlutfallslega jafnmargir sýrlendingar á Íslandi og eru í Svíþjóð þá þyrfti að vera 11 sinnum fleiri heldur þeir eru í raunverulega. Næst koma Írakar og það alveg það sama. Þannig að þetta að vera að benda, ef að vandamáli það að fólk frá Miðausturlöndum sem kemur inn í ykkur hópum, í ykkur gömlum fátækrahverfum, þar í svona lokuðum samfélögum, þar sem að skólakerfið síðan hrynur niður vegna breytinga á skólakerfinu í Svíþjóð og fleira. Ef það vandamáli í Svíþjóð, þá það ekki hægt að finna neina tengingu við stöðuna á Íslandi. Þannig mér finnst það skrítið að sá sem að flagga rasísku skoðunum getur bent á Svíþjóð, svo við gerum bara alveg lenda þar, en ef það verður skoðað eitthvað samhengi
Það bara ekki Það var nálægt ekki í. Snorri Másson að flytja inn hvíta yfirburðahyggju frá Bandaríkjunum. Það sem ótti hvítra að fara í minnihluta. Þar eru þeir 57%, þeir eru búin að taka Norður Afríku og Miðausturlönd út úr hvítir, þá að koma í næsta. Þannig ef maður gerir það, þá eru 57% hvítir. Það er 97% hvítir á Íslandi. Af hverju ætti ég að vera að hlusta á mann sem að flytja angist kristinnar hvítrar yfirburðarhyggju í Repúblikanaflokknum til Íslands? Af hverju ætti ég að hlusta á hann þegar hann að nota sama tungutakið og fólki ykkur allt öðru raunveruleika, allt öðru raunveruleika. Það er náttúrulega verið að spila upp ræðslu og populismin og taka við. Já, okkur hlusta á stjórnmálamenn. Ég meina, oft þetta bara tungulibrir einstaklingar sem að fá fólk til fylgjulegs við sig og sínar skoðanir. Það er sumir sem að gera út á ótta það er bara þannig. Og slæma tilfinningar. Þetta er bara alveg rétt sem hún segir. Ég bara tek undir þetta. En okkur fólk aðhyllist svona óttabóðskap sem hún átt að lýsa og hann ekki neitt erindi inn í Íslandi eða einhverju tengingu. Ég á ekki svar við því, en hins vegar vil ég segja að það eru mjög hraðar samfélagsbreytingar eins og þú bendir á. 20% þjóðarinnar eru ekki fædd á Íslandi. 8,7 sem það er gerð. Já, ekki fædd á Íslandi. Og það er ekkert skrítið að það sé hópur af Íslendingum sem segir, heyrðu, þetta er bara allt öðruvísi heldur fyrir 5 árum og allt öðruvísi fyrir 20 árum. Það er ekkert skrítið að þessi hópur seti spurningamerki við hvert eru að fara sem samfélag. Mér finnst það bara allt í lagi. Ok, mér langar aðeins að tala um tolerans, af því að það eru mikla menningarbreytingar sem urðu á síðustu öld, meðal annars það jókst mjög réttindi kvenna og möguleiki þeirra að taka þátt í samfélaginu fyrir utan heimilið. Þetta voru svona sjónarmið, ef það hefði verið út að saga, hefði verið að fólk hefði hringt inn, að það hefði náttúrulega einhverju kallar hringt inn og sagt, hvað er að vera að púka undir þessar helvítis kettlingar alltaf? Heldur þetta að vera eitthvað bara endalaust talandi helvítis kettlingarnar? Það var gert. Nei, við höfðum nefnilega einhver aðferð í því samfélagi að til dæmis stjórnmálamennir voru ekki að ýta undir verstu tilfinningar alla. Auðvitað erum við öll skepnur og við erum fullt af slæmum tilfinningum svona. Það voru ekki stjórnmál sem að reynda að keyra á ergelsi og bara kvenhatri og viðbjóði. Heldur voru stjórnmáli þannig að við skulum reyna að búa til samfélag sem að byggir á því skásta sem er í okkur. Ekki því sem er verst í okkur. Það er munurinn sem að Trump er að koma. Kvenréttindahreyfingin er að rísa. Þetta tala þegar kvenréttindahreyfingin er að rísa upp, svona 1960 til 70, 80. Nei, ég er að tala svona þegar eftir kvenna frídaginn, 75. Já, þú ert að upplifa Ísland allt öðruvísi heldur en ég, svo mikið er víst. Ég man eftir bara grjótörðum átökum og mikilli fyrirlitningu hinna ráðandi stétta gagnvart öðrum. Það er Ísland sem ég er alveg upp í. Já, en orðræðan var ekki svona. Nei, ekki svona. Orðræðan var ekki svona, en það voru náttúrulega, það er alveg hægt að lesa sig í gegnum það. Ég meina að Vigdís mætti gríðarlegum það var mikið mótlæti til dæmis í baráttu samkynhneigðra og það fór ekki hljótt. Nei. En meira segja þegar við talum um opinbera umræðu þar, að þá hefur verið oft bent á það þegar hommannir hófu baráttuna, að þá mættu þeir í svona eins konar kastals þess tíma og þurftu að tala við Gunnar í krossinu. En það var svona hálfu, fyrir utan hvað að vera heimskulegt, að þá var það hálfu sjónvarpsins svona tildulega kurteislegt. Ekki með þennan þeir máttu nú ekki nota orðið homi og lesbía í útvarpinu, það er eitt, þannig að ég er ekki alveg sammála sem þetta segja. Ég held að, þú veit aðeins að hækka þetta meira heldur en efni standa fyrir. Ég er ekki alltaf fram að þessi barátta hafi verið ókeypis, en ég halda þig fram að það var einhvert fyrirbrigði í samfélaginu sem að reyndi að halda umræðinni svona nokkuð veginn á svona skynsumum nótum. Þannig að menn gæti ekki verið að fullyrða hluti sem eru bara á engan hátt sann. Já, ég held ég að við séum nú verri hluti skrifa samkynhneigða. Ég þekki þetta mál náttúrulega mjög vel og þetta bann við orðunum homo og lesbía og það var tekið upp homi og lesba af því að það samrændist betur í íslenskur beygingu og þetta var náttúrulega alveg fáránleg barátta sem við þurftum að fara í. Það er þessi verra heldur en að ef að Stefán myndi birta frétt Semu Erlu
og við varum að lesa kommentin undir þar, ég held ekki. Ekki, nei, ég er ekki að segja það. Alls ekki, langt í frá. Við verum langt í frá. Það búið að opna miklu... Það eru aðrar vítir í gangi. Alveg ég meina, bara. það voru ógeðslega fréttir sem að, til dæmis DFF var að sína AIDS-strætóin sem að var verið að þrífa afturendan á. Það er bara, það er alls konar ósmekklegt sem að hefur verið byrt í gegnum tíðina, en það sem er verst núna er þetta náttúrulega opinbera kommentakerfi sem að það sem að þetta grassýrar allt saman. Og út af saga, sko, það var þvílík högg sem voru alltaf tekin gegn samkynhneigðum og svo allt í einu þagnaði það og þá fóru þeir í útlendingamálin. Það sem ég finnst það sem múst að segja að það sé eitthvað að mér finnst ekkert skrítið að stór hluti þjóðarinnar seti spurningamerki við útlendingamál á Íslandi. Mér finnst það bara eðlilegt. Það getur ekkert annað verið. Já, hvernig var eitthvað þjóðfélagið? Nei, mér finnst það ekkert skrítið að það sé þannig. Ég er ekkert að segja þessi sammála því, en mér finnst það ekkert skrítið og ekkert skrítið að kalla geri athugasemdir með vaxandi réttindi kvenna? Mér finnst það ekkert skrítið. Það er bara fólki sem er að kvarta yfir því að fatlaðir er alltaf með besta stæði fyrir framan húsið. Þessi hópur, hann er til og hann er að tjá sig á internetinu. Gott sem okkur líka betur en það er. En mennirnir sem er að kvarta yfir að fatlaðir fá alltaf besta stæði, við erum ekki beint að hlusta á það. En þeir eru samt, já þú ert að segja að athugasemdi kerfi fjölmiðlana séu fulla svona viðbjóði. Það er rétt, það er þetta lið. Það er að tjá sig þessu lið. En sko bara, hvað fasti er þetta með, þú veist, hvaðan fólk er, okkur er alltaf verið að spá í þetta? Okkur er alltaf verið að spá í hvaðan kemurðu eitthvað, getur því fólk ekki bara hætt að spá svona rosalega mikið í þetta? Ég skil ekki heldur hvað það tala. Það er ekki svona, þjóðverðni er ekki eitthvað svona fast, ég meina, þú veist, Frakkland, Þýskaland, eitthvað, það er bara búið til einhver staðar að einhverja línur þarna og á maður alltaf að vera, þú veist, ég er úr Hafnarfirði og ég er félagi hafnfirskra rithöfunda sem að vera að stofna. Ég stofnaði ekki sjálf en það er svona skemmtilegt, nei, því okkur Kristín Ómars aldrei búið bókasafni en sko, þú veist, okkur ertu alltaf að velta þessu fyrir eða þú veist, hvað, ég veit ekki, það er ekkit endilega eitthvað sem að kannski manni er efst í huga. Er þetta ekki bara mannlegt? Ég veit ekki, við erum ekki þroskar en það, við erum alltaf að skipta okkur í ykkur á hópa. Já, en það er fullt af fólki kannski sem er ekkit með svona mikið, ég meina, flóttamenn kannski koma frá landi sem er ekki til, eða svo bara, þú veist, maður kannski bara hugsa meira, ég er eitthvað frá Ísafirði eða eitthvað, eða ég er bara á Hlíðunum. Þetta er eitthvað svona, ef maður þarf að vera frá einhver, en þú veist... En þú þekkir það hjá fólki, fólki er rosa pirra, kemur hann þarna, fólki er oft bara rosa pirra bara við nágrunum sinum. Já, en ég hugsa, amma mín ól mig svolítið upp og hún var þýsk og frá Þýskalandi, en einhvern veginn, hún var ekki með svona mikið, hún var fædd 1910 og hún var ekki með svona mikla sjálfsmynd sem þjóðveri eða sem, þú veist, henni fannst Ísland besta land í heimi, hún var miklu meira... Hún er líklega svo kynslóð þjóðveri sem átti mestu erfiðleikum við vera með þýska sjálfsmynd. Já, eða hún alltaf fluttinga 1930 kannski, og elst þarna upp í heimsstyrjöld, en þú veist, ég man ekki eftir því að þetta hafi verið svona mikið rætt. Og önnur amma mín flutti til Bandaríkjanna, kynntist bandarískum hermanni og bjó í New York, svona upstate í 60 ári eða hvað það nú var. Og ég man heldur ekki að þetta hafi verið eitthvað, þú veist, við höfum alltaf verið að tala um þetta eða spá í þetta, eða ég spurði hann alltaf, hvort ert þú meiri Ameríkani eða Íslendingur, þetta var bara ekki einhvern veginn, þetta var ekki svo mikið issue. Ég allavega einhvern veginn ólst ekki upp við að þetta væri, við vorum ekki alltaf að tala um að amma væri þýsk þó hún lærði íslensku mjög illa. Vondikallinn í bíó var þýskur langt fram með til 1980. Hún talaði mjög lélega íslensku, mér fannst það meira skemmtilegt. Það tókst eftir því að Vondikallinn var alltaf þýskur? Já, var ofta að tala um svona þýskur. Nú er hann arabi, Vondikallinn. Það var rússneskur í millitíðinni. Rússneskur. Svo er þetta breskir óþokkar, mjög visanlega tímabili. Enskir fótbolta, enska skil ekkert, ég vil menna þetta sé hræðsla, ég bara held að sé grunnurinn að þessu saman. Þetta er það. Þetta er bara eins og við vorum að tala um áðan, við vorum eitthvað fúlið því að þetta breytar Vesturbæjarlauginni, klefunum þar. Nú eru komnu nýju kleifarnir eru yndislegir og ég bara ætla að gleypa egoum mitt í því máli. Ertu að tala um sánuna? Já, ekki klefan. Ég var bara svona... Ég verð aðeins að fá að rjúa þetta vegna þess að við erum með útsettingar hérna allan daginn.
Og það fyrir fólk sem ekki býr í Vesturbænum að þá, við mögum tala hvað sem nema Sundlaug Vesturbæjar. Ég veit bara, fólk þolir það ekki. Að þessi þessi búningsklefar ykkar séu orðna bara stæðsta máli hér í þætti eftir þátt. Ok, en má ég samt benda á eitt bara í kjölfarið þessar stóru umræði sem við áttum að ég veit ekki hvað að tala þegar að tala kommentakerfi. Ég hef ekki séð kommentakerfi í nokkur ár og ég greinilega bara ein af þeim heppnu, ég þurfti ekki svona í það takka. Nei, ég nefnilega sé ekki heldur svona, ég allavega kommentakerfi. Ég fylgist ekki með þessu, ég fylgst með þessu mörg ár og mér er svolítið skrítið þegar að stjórnmálamenn alltaf vitni í kommentakerfin. Þetta mesta skítapakka á Íslandi. Það bara þannig. En sko, ég maður sé alveg rosalega ömulegt kommentakerfi núna í kringum þessi transmálefni, það nú bara þar sem ég sé þetta og þetta. Slöktu bara á sig. Já, ég ekki, þú veist, þetta yfirleitt vinni mínir sem að pósta, það sjáu þið hérna, hér þessu runa. Þannig að þetta alveg, þú veist, þetta í gangi. En ekki hægt að slökka á þessu bara kollektíft fyrir alla? Ég venni við að reyna áttum á því hvernig Íslands samfélag sko, ég get ekki slökt á þessu. Já, en eiga allir að fá að tjá sig bara? Já, það ekki. Trump ekki á því. Ég veit ekki. Trump ekki á því. Nei, kannski ég bara fasisti. Nei, en ég meina, Trump í Svíþjóð allavega einhver lög, hets mot fólkgrúpp bannað, þú mátt ekki Já, í Englandi líka. Þú mátt ekki alhæfa þjóðir þú veist, á ákveðin hátt. Já. Og er það einhver sem fylgist með því? Og svo veit ekki mér fréttirnar stundum á Íslandi, þetta svo fyndið þú veist, sagði mér leigubílstjóri í Malmö að það var allt logandi þú veist, nú ég er svona 5 mánuði á ári í Kaupmannahöfn og oft nokkra mánuði á Norðurbrú og mér finnst þetta bara yndislega stuttur heim en er Kaupmannahöfn alltaf kosin bara besti staðurinn að vera og ég bjó í 7 árið eitthvað í Svíþjóð í innflytjendahverfi og nágrannir mínu voru einhverja svona öskrandi konur, Róma fólk sem að mér fannst alltaf gaman að hlusta á æpa hverju Nei, ég veit ekki, þú veist hvað svona slæmt? Ok, það er eitthvað gengi að berjast og svona, en í grunninn þetta rosalega góð þjóðfélög. Ég meni, ég fekk ókeypis menntun í Svíþjóð og bara allir einhvern veginn, já, þetta svona, mér finnst þetta vera þjóðfélög sem eru, þú veist, að mörguleiti bara fín. Ég meina, það er rasismi í Danmörku og alveg, þú veist, eins og allstaðar og í Svíþjóð og svona. Það er sem meiri í Danmörku. Já, ég held það. Ég held það. Ég veit okkur það. Ég man að þeirra rann allt í upp fyrir mig hvað ég var að hissa, sko. Ég veit okkur það er. Þeir eru rosa margir í rosa litlu landi. Þeir búa þétt saman. Já. Við erum og svo ég bara eitthvað forréttinda kona, ég bara einhver gömul ljósar kona og allir halda í sig einhver dansku félagsráðgjafi því það. Þannig þú veist, ég finn ekki fyrir þessu en það, þú veist, fólk hefur svo sagt mér hvernig þetta og svona en ég allavega í Malmö þú veist, stundum bara, já, heyrir maður eitthvað svona sögur, það var ég tók leigubíl í Malmö og leigubílstjórinn sagðist ekki fara inn í eitthvað hverfi þarna og ég var bara, ég labbaði hann í gegn fyrir stuttu síðan, þetta var voða kósí keypti mér einhverju appelsínu einhverjum markaði, þú veist. Ég verði eiginlega að fá skjótið inn að Danir alveg ómögulegir. Já, Ígurinn á milli Sjálands og Jótlands, þetta ekki í lagi. Hvað að þessu fólki? Þú veist, þeir sem eru á Sjálandi þykjast ekki bara skilja jóskunni. Já, og þú veist, það er bara mjög margt furðulegt. Ég sagði upp pólitík og líka Dagens Nyheter bara eftir í ljósi pólitíkurinn eins og hún núna. Ég sé bara þetta fólk ekki í lagi, sko. Ég ætla ekki að styrkja þetta. En mér finnst bara að það bara mjög mikil, eins og Dagens Nyheter var mjög mikla svona síjóniska slagsíð. Ég bara hugsa, já, nei, ég ætla ekki að lesa þessa fréttir og bara burt með kortum. Það má ég skjóta einu því að ég var að hlusta á viðtal við Nigel Farage í Bretlandi. Það sem hann var að tala og taka undir með Trump að London væri ílega fallin, að það væri múslimi sem væri þar borgarstjóri og það væri bara vallagt að vera út á götu að lengur. Og spyrjandi sem náttúrulega bjó í London var svolítið hissa og segir, hvað, akkur séru þetta? Að ég tók leigubíl út á flugvöll og talaði við leigubíl og hann sagði þetta. Þannig að þessi rök þetta maður sem að leiða sko stæðsta flokkinn í Bretlandi í samkvæmt sem vitnar bara í einhvern leigubílstjóra. Já, það er mikið tekið að vitna. Það er gott að hlusta á leigubílstjórana, þá fær maður svona púlsinn, sko. Ég hlustaði mér á svona leigubílstjóra í Dublin
og það var rosalegt eitt er að hann bara sko, það var allt innflytjendanum að kenna. Ég er nefnilega, það er svolítið skemmtilegt, leigubílstjórar eru með eitthvað svona, eitthvað sín sem ég finnst svo áhugaverð. Ég man til að tók leigubíl fyrir ekkert svo lengu út á Granda og þá var búið að loka einhverju á Sæbrautin einhverju, ég man ekki, það hefur verið að breyta einhverju beyjum inn á Sæbrautin einhver staðar. Þannig að það var eitthvað lokað og það var einhverjar ægilegar umferðartæður út af þessu og hann byrjar Dagur B. Eggertsson eitthvað, svona, búin að eyðileggja borgina eitthvað og það enda með að maður minn sem segir yfirleitt ekkert mjög mikið og hefur rífst aldrei með neitt, hann sagði bara fyrirgefðu. Það er vegagerðin sem sér Sæbrautina. Nei, en samt allt sem fer úrskeiðis í líf okkar er degi að kenna. Já, er að búin að segja þetta marga. Já, það er eitthvað svona, og þetta var eins og eitthvað svona skets með bara Jón Gnarr samdi þessa bílferð. Er ekki svona Dagur B. bara orðin eitthvað svona fígúra fyrir allt sem fer úrskeiðis? Mjög áhugavert að mýtan íslenska leigubílstjóra. Það er einhver svona eldri maður sem hefur mjög sterkar skoðanir á samfélaginu. Ég held að þessi mýta sé bara mýta. Ég held að leigubílstjórar séu bara alls konar. Já. Þessi maður var til Spaugstofan sem Þessi maður var til leigubílstjóri númer 1 og heilli. Hann var formaður Sjálfstæðisfélagsins í Langholti. Og þegar Albert stofnaði flokk og hann fór út úr Sjálfstæðisflokknum og það var svo mikill fögnuður. Ég einu sem þurfti að fara út úr bílnum. Ég sagði, stoppaðu. Ég fannst ég alveg bara þetta falin myndavél. Þetta er alveg eins og eitthvað leikrit. Sem blindan leigubílstjóra. Hann var búin að keyra svo mikið, hann var búin að misti sem að keyra bara til minni. Þetta varst þú bjóst í New York eða? Jú. Það var einu sinni þannig að leigubílstjórarnir voru svo skemmtilegir að það var sagt að þeir gætu allir verið með talkshow bara. En síðan hefur við komið innflytjendur og það núna er allt ónýtt. Það er ekki búið að gera. Og líka náttúrulega nýr borgarstjóri, Mandani. Já, sem er múslimi. Sem er múslimi. Og reyndar sonur kvikmyndagerðar konu, þannig að já, Míra Nær sem er mjög dásamlega. Bombay, hvað heitir hún aftur? Þannig að götuböndin. Já, heimitt. Stórkostleg. Má ég segja ykkur eina leigubílstjórasögu sem að tekist ekki að sér fyrir hann. Það var ég, fyrsta skipti ég kom til New York, ég held að það verið svona 82 eða eitthvað svoleiðis. Og þá voru ennþá svona skemmtilega leigubílstjórar. Og ég var með æskuvini mínum og við lentum á kvenleigubílstjóra sem var kannski svona á 60 aldri, rúmlega þess að maður er svo ungur þá að maður kann ekki að gíska aldur. Og hún er bara að keyra og svo segir hún eitthvað við okkur hvaðan komið þið strákar? Við erum frá Íslandi. Og hafðu ekkert að gera þar? Hafðu ekkert að gera það? Hvað mennar þau? Já, ég er búin að vera alveg upp í þessum bæ alla mína tíð og þetta var einu svona góðu bær. Þangað til það gerðist það í hvert skipti sem eitthvað fólk dæsti eitthvað stöður í heiminum, mér leiðis og að þá var það sagt, fara til New York. Já. Og síðan er borgin fullast í líka fólki. Þetta man ég að það. Heyrðu, við erum að tala um Trump, eða hvað? Mér langar að koma einn að með sem ég finnst athyglisvert við vikuna. Það er grein Sifjar Sigmarsdóttur í það sem hún var að tala um orðræðina í samfélagsumræðinni. Já. Og mér finnst þetta hún byggð á innihaldslausum. Já, þetta byrjaði á því að Vilhjálmur Árnason hann byrjaði að kalla þungagjaldið, hann byrjaði að kalla það barnaskatt barnaskatt Kristúna og það er þegar hugtökin verða svona ódýr og fara á flegiferð og ekkert er að marka, hún skrifar askoti góða greinum þetta, svona hugleiðingu og það eru 3 atriði sem að mér langar til þess að taka undir með henni og segja hvað þetta er alvarlegt mál. Það er fyrstulega held ég að Vilhjálmur Árnason, honum finnst þetta ekki. Hann er að tala gegn eigin sannfæringu. Hann veit alveg að þetta er ekkert barnaskattur. Hann er að reyna að plata fólk. Og það er óheiðilegt, bara fyrir hann. Og ég held líka að það sé ljótt og skaðlegt að tala svona, að því þetta eykur skautun. Og þú ert að tala inn í hóp af fólki sem er kannski veikt fyrir svona málflutningi. Og þau verða rosa reið og tala um barnaskattinn og allt þetta og rugla þessu öllu saman. Og það er svo kannski að það sem er þriðja atriði sem ég vil athuga með þetta er að svona tal, það eyðileggur trúverðugleika stjórnarandstöðunar. Ef allt sem kemur frá henni er á þessum nótum, þá eru þau að dæma sig úr leik. Já. Og Það heldur ekki verið að gera gott mót.
Nei, þau hefur verið hundléleg og það meðan út af þessu. Þau eiga bara vera vönda virðingu sinni og taka hlutur sitt alvarlega og vera ekki að tala eins og einhverjir fábjánar sko, alls konar mál vegna þess að stjórnarandstaðan skiptir bara miklu máli eins og sérstaklega í þessu umferðamáli þar sem að þeirra innlegg getur í alvörunni bætt frumvarpið. En í staðins þeir að kasta eitthvað upp að þetta sé eitthvað barnaskattur og allt var til helvítis ef þetta verður samþykkt óbreytt. Þannig að þau eru svolítið að þau sitja á grein og eru að saga greinina undan sjálfum sér, sé ég fyrir mér. Þannig að þetta er mjög staðlegt. Kannski lítið svo á, ég með horfa til Trump og fleira að það virkar vel að bara kasta eins miklu leiðundin í það það sem hann er að gera og þetta er óheiðalegt og þetta er skaðlegt. Þetta grefur undan þingin okkar. Þetta skilar árangri, segir Trump. Við komumst til valda út á þetta. Já, en ég veit það ekki. Ég held að Vilhjálmur Árnason sé ekki stærri maður eftir þessa tilraun til ófræðingar í þessu máli vegna þess að hann hefði getað gert miklu betur. Þið voru með málþóf í gær út af kílómetragjaldi. Já, enda kílómetragjald sem ég er að tala um. Fylgdistu með því? Aðeins, já. Þið eru ekki komin til kílómetragjaldinu? Ég fylgdist með því að fólk voru að segja að það væri náttúrulega verið að eyða alltaf miklu púðri í þetta kílómetragjald og meðan að það væri bara miklu frekar vert að tala önnur meiri brýnni mál. Já, þetta mál þó gekk svo vel hjá þeim í vor að þau hafa ákveða þetta kílómetragjald er tiltölulega einfalt. Það er bara komið fullt af rafmagnsbílum og þeir eyða malbikinu jafn mikið og bensínbílar en það eru bara bensínbílarnir sem að standa undir kostnaðinum undir vegakerfinu. Þannig að þeir eru einhvern veginn að jafna þetta að rafmagnsbílar og tvinnbílar borgi það sama og bensínbílar og díselbílar og þetta er eitthvað kílómetragjald og það er að fylgjast með þessu og þetta snýst málið og þeir ætla líka að auka skatttekjur 3.000 milljónir á hverju ári út af þessu og það er þetta búið að finna einhverja lausn á þessu máli þú veist, við hljótum að geta lent þessu einhvern veginn þetta segir sig sjálf, þetta er bara réttlætismál Er þetta ekki bara nákvæmlega sem að gerist með veiðigjaldi að þeir bara tölu og koma einhverjur að? Nei, það er líklega ástæðan að það er að vera bara fyrir í þinginu þannig að ríkisstjórnin nái að afgreiða sem minnst. Svo þess að þetta segja að ég meina ríkisstjórnin er ekkert að gera í þessu, þetta mál er ennþá óleyst. Já, það er bara ekki á dagskrá bara. Já, akkur eru þið ekki búin að leysa þetta? Er ekki hægt að setja tímamæli á þessi mál? Svo málunum sem var hent í sumar sem að voru bara tilbúið til atkvæðagreiðslu. Já, bara hætti þessu. En hins vegar þetta verið réttlæti í kílómetragjaldinu að þá ætti flutningabíll fullfermaður, hann eyðir eins og 14.000 fólksbílar. Þannig að þetta ætti náttúrulega að vera fyrst og fremst gjalda á þá sem er í þungaflutningum. Það eru þeir sem að spæna upp malbygginu að litlu bílarnir ykkar gera það ekki. Nei, akkur ekki að koma þessu í skip til dæmis líka. Er það eitt svona, það var hérna á Kastljósi á mánudaginn eða þriðjudaginn, þá var hérna forseti þings, hafði þá fyrrum daginn beðist afsökunar. Það var á mánudaginn líklega. Hún kallaði stjórnarandstöðuna, sem að þú ert að tala um að sé ekki kannski alveg með sitt á reynu, kallaði það hvað helvítis pakk. Já, það er eitthvað svolítið. Já. Þú nú rithöfundur og svona, og kannt að meta þyngd orða. Bara susu í Þórun. Ég hefði örugglega líka verið til ég að kalla þetta fólk pakk. Og svo, já, ég er nú nógu gömul til ég mun eftir því þegar var það ekki Ólafur Ragnar Grímsson sem sagði að Davíð Oddsson var með skítlegt eðli og hvort hann sagði... Það var ekki Ólafur Ragnar sem sagði það um Davíð? Jú, sagði um Davíð. Ólafur Ragnar sagði um Davíð. Og svo þegar maður spurði hvað sagðir og þá sagði hann það aftur og... Þetta er þetta ósæmilegt sem forseti Alþingis en mér skilst að hann hafi beðist afsökunar á þessu bara eilum leið og ég held hann hafi verið fyrirgefið. Og ef það á að fást eitthvað fólk á þingi þá verður nú bara aðeins já, þá hlýtum á stundum að með þess. Það hlýtur að fjúka í mann stundum, þú eru bara mannleg. Hún segir þetta ekki, þetta er svona eins og hot mic, það náðist. Já, ég meina. Hver náðist? Ég veit það ekki en þetta var ekki sagt
Ég er bara hún að hátt bára stiltur. og Nei, hún sagði þetta bara leiðin út. kannski Þetta var er ekki til eftirbreytni, Já, þetta er það er skammarlegt. Nei. Klausturbarinn, hefur ekki bara, Klausturbarinn, halló, Klausturbarinn. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að það hefðist átt að... Þeir kröfðust þess að þeir eru beðnir af Já, þeim. að þetta hefði náðst. Jón Óskar hérna, málari, hann sagði status á Facebook og sagði hún að það til miður hún hefði beðist afsökunar vegna þess að nú myndi bara þetta hvað segir maður nuttin upp úr þessu það sem eftir væri og væri gæti röflað endalaust þetta og hún hefði beðist afsökunar þannig að ég tek aðeins undir með Jón Óskari. Það eru svona mjög sérstök frétt sem var í vikunni árum sæðiskjafan sem var með stökkbreytingu þannig að þeir sem erða stökkbreytinguna sem eru, ég veit ekki, líklega 50% líkur. Ég það meira. Er það meiri líkur að það fáir? Já. En það er 100% líkur með erðabreytinguna að fá krabbamein? Já, ég held að þetta sé, og hann hefur líklega verið, það eru 197 börn. Sem er vitað Já. Gæti verið verið. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að þetta skuli gerast ennþá að svona margir, svona mörg börn séu getin af þessu eina gjafa. Þetta er náttúrulega bara alveg forkastanlegt. Þetta er bara svona business as usual. Já, þetta er bara business as usual. Það var ekki eftir fyrir svona 3 ára þá var dæmi einhvern lækni sem hafi getið nota sæði sitt í 400 börnum. Já, akkurat. En þetta það veldi verið að vinna í einhverjum lögum þetta en það er ósvöld erfitt að koma í veg fyrir þetta því að það eru til margir sæðisbankar og það er bara þetta að fara á milli. Það sem ég fann svo skrítið þegar ég var að lesa þetta er ekki samræmi á milli stofa. Það verðist vera vant einhverja Evrópulöggjöf á milli þessara stofa. Af því að þeir vita í raun og vera ekkert hvert sæðið er að fara og svo þegar það var rekið að tilbaka þá er erfitt að finna þessi börn sem ég spila sorglega. Þeir rektu þetta tilbaka? Að einhverju marki. Það er einhverja stofur sem er ekki með gögnin lengur og það virðist ekki vera... Það er bara ónefndur faðir. Nei, þeir vita hver hann en það er ekki búið að hafa samband við alla. Er þetta ekki þannig? Þetta er bara tölvöld langt síðan að krakkarnir orðnir eldri en 10 ára. Ég held að síðast að hafa verið 2022. Ég held að skrína fyrir þessu þá var bara tæknin ekki betri. Ég held að En þetta er ekki í öllum sæðisfrumunum, þannig að það fannst ekki... Hann er kallað eitthvað tígulberi, eitthvað svolítið, þannig að hans er faðir einhvers barns, það kannski eru fjórðungslíkur að viðkomandi sé með þetta gen sem er opnar fyrir allar krabbameins meinsemdirnar, eitthvað slíkt. Tígulberi því hvað? Það var eitthvað þannig að það er ekki 100% öruggt að allir krakkarnir séu með þetta veika gen gegn krabbameinum. Heldur er kannski 1/4 af þeim er með veikleika gagnvart krabbameinum í framtíðinni. En þetta er ekki fyrsta skipti sem eitthvað svona kemur upp í. En mér fannst þú vera að lýsa svo eins og hann var að reyna að eigna sér spödd. Nei, ég held að hann hef ekkert með þetta að gera. Sko, ég held að, en það er samt rétt sem Hrafn er að segja, mér finnst mjög furðulegt að það sé ekki fylgst betur með því að það sé ekki bara 200 börn bara að koma frá einum sæðiskeið. Það var viðtal við eitthvað bara ekki Kastljósinu gærkvöldi, bara eitthvað sem að þau voru að segja sem höfðu rekið einhver svona kvæðalífjó eða eitthvað svona einhver stofa. Þau sko það er raun og veru þú veist þau eru með reglur að það ekki að vera nema eitthvað það fór nú allt undir Artmedica skilsmér en það er einhvern veginn ekki hægt að hindra að sami maður gefi sæði bara í það er ekki samstarf á milli eða fólk sem fer héðan og fólk fer héðan til einhverju landa það getur verið sama sæði og það getur verið hvert sem er það sem þetta er í boði eða borga sjálft þannig að þetta er hansi flókið sko og það er verið að borga mönnum líka, þú veist, þetta er ekki og þannig að þeir eru kannski bara að ræða sér pening einhverjir og fara svo bara, ef þetta er Dani fer bara að fá sér bjóru eftir já, alltaf ekki bara en mér finnst það bara rosalega erfitt mál fyrir þessi börn og foreldra þeirra og það er, það ég meina það er volið að skrýta að hugsa til þess að einhver 197 eða 6 hálfsyskin einhvers það er bara á sveimi það er mjög skrýtið sko einhvers staðar bara í hérna auðvitað getur þetta gerst en ég skil mjög vel að fólk sé reitt
En það verður náttúrulega fylgst vel með þessum börnum og það krabbaminn ekki alltaf dauðadómur. Nei, og þú veist eins og hún sagði, það eru örugglega fáir sem eru búin að fara í eins ítalega rannsóknir og sæðisgjafar hjá einhverjum. En mögulega ferður þetta kannski til þess að það verði einhvers konar Evrópulöggjöf í sambandi við bara hvert þessu sé dreift. Það hlýtur að vera eitthvað system. Það lítur að vera til. Það til eitthvað sem heitir Evrópski sæðisbankin eitthvað slíkt. Þannig að þetta eitthvað centralt. En það hafði eitthvað neginn brugðist. Já, það hafði brugðist. Áður fyrir þá var, til dæmis, þegar danska sæði var fyrst notað, þú veist, þá var engin leið. Þú máttur ekki fá neinar upplýsingar hver faðirinn var. Og það fannst mér mjög erfitt af því ég var akkurat að berjast fyrir þessum réttindi á sínum tíma sem formaði samtakarna 78. Og ég var bara eiginlega bíti í tungun á mér að því mér finnst þetta svo mikið réttindamál fyrir börnin að þau eigi að fá að vita hvað þau vilja sem er. Það hefur breyst, danski sæðisbankin hefur breyst síðan að þetta var, að því að á þessum tíma kom sæðið frá Danmörku. En hvernig það þá ef að segjum að ég vilja vita hver pabbi minn og ég kemst að því það hérna D3642 frá Svíþjóð. Sá hefur gefið sæði og sagt að ég vil ekki heyra í þessu börnum. Já, hann á bara ekki rétt á það að segja það. Ekki lengur, en það var hægt, sko held ég. Að þú, já. Þannig að það getur 197 börn hringt hjá þessu manni. Er þetta ekki þá frekar þannig að þú fær kannski upplýsingarnar sem að foreldrarnir hafa fengið. Þau fá aldrei kannski fullkomlega upplýsingar hver þessi maður en það er að vita eitthvað hann. Ég veit ekki, já. Þetta er stórt siðferðislegt mál finnst mér. Og slík mál finnst mér alltaf mikilvægt að bara fá að ganga svolítið í bara umræðu fólks á meðal. Þetta er svona mál þar sem við erum öll sömu sérfræðingarnir í. Þetta er ekki mál sem við bara flytjum yfir til sérfræðinga. Þetta snýst fjölda systkina og þetta snýst bara afstöðu okkar sem fólk. Já. En núna er kannski líka hægt að hafa meiri hemil á þessu með alla þessa gagnabanka sem komnir upp og ætti þetta ekki að vera bara eitthvað sem væri bara rúslega strangt. Sem Evrópusambandið, en þá kemur náttúrulega Trump og Elon Musk og leggja af. Já, því þeir ráða yfir í Evrópu. Já, eða virðast halda það. Það var grein í Telegraf að það væri eina leiðin til þess að afstýra siðferðislegri hnignun Evrópu var að leggja Evrópusambandið niður. Það kom til tals hérna í vikunni á þingi, það var umræddur Snorri Málsson sem var að tala að til þess að ná fram að þannig að útlendingar eyðileggi ekki í Íslands samfélag, þá verður við að ganga út úr EES, það var nú eitthvað að draga í land í dag. Já, ég hugsaði, ég las einhverja svona fyrir sem hugsaði, já, hann er kannski að hugsa að sem sagt að Ísland hætti í EES og allir þessir á pappirinu kannski einhverju 50-60.000 Íslendingar eru örugglega fleiri sem einhvers staðar út í Evrópu þurfa að koma heim aftur og svo erum við að tala eigum eignast fleiri börn og svona að við kannski að vera hérna bara eins og eitthvað amisfólk að eignast börn hvert með öðru og svo þetta er svo ég bara hvernig Trump er að spá í það líka. Hvernig hugsa? Fólk eignast alltaf börn hvert með öðru, sko, það er ekki breyting. Ég hef alltaf upplifað Snorra Másson sem, hann er alltaf að reyna að starta svona menningarstríð. Hann er að reyna og hann er svona veiði í grugguðu vatni. Þetta er svolítið svona eitthvað gestalæti. Hann er bara svo lélugur í þessu. Hann er svo slappur í þessu. Hann er eitthvað að tala að Íslendinga þjóðun verður mun þynnast út og genin og hann er að tala einhverja hluti sem að enginn tengir við og svo klikkir hann út með að segja hvað eru Íslendingar eiginlega að þvælast til útlanda, við höfum bara verið hérna, getum við ekki bara verið hér á Íslandi? Hann misti eitthvað út sem er það, ég skil ekki hvað hafa Íslendingar að sækja til útlanda ef við erum ekki bara ágætt hér og hann er komin eitthvað þangað. Ég segi bara við Snorra, ef hann er að hlusta að hann þarf að vanda sig betur ef hann ætlar að búa til menningarstríð þá eru til alveg ótal leiðir til þess en hann er alltaf að taka vitleysa það hringir í þig og fær leiðbeiningu. Ég skal segja ég veit ekki hvort ég myndi segja það en það sem að og þetta er svo ódýrt hann er einmitt að segja þetta, ég held að segja grafa undan sjálfum sem með þessu tali, hann er alltaf að tala inn í ótrúlega reiðan hóp, ótrúlega óupplýstan hóp sem er basically skýt sama samfélagsmál nema þeir snúa umferðinni og þú veist, hann er þar og mér finnst þetta ótrúlega ég finnst að stjórnmálamenn eigi að vera betra en þetta. En þetta er leið til að ná í klapp líka, Það er svolítið þannig og þá komum við kannski öðru með stjórnmálamenn. Mér finnst margir stjórnmálamenn núna og eru kannski alltaf á öllum tímum. Þeim er eiginlega alveg, þetta er fólk sem er gott í kjaftinum. Það getur talað endalaust og fyllt sjálft sig upp af einhverjum anda.
svona fólk kannski slappustu típutar sem eiga að taka þetta í stjórnmálum. Þau eiga bara að vera í teater, þau eiga bara að vera í leikhúsi, láta klappa fyrir sig að þau eru búin í vinninni. Vegna þess að mikið af svona stjórnmálatali, sérstaklega inn á vinstrinu, finnst mér stundum, það bara einhvers konar dyggðaskrýting. Það verið að segja, ég frábær og þið hérna hinn, þið ættu að skammast ykkar. En þarna kemur aftur með svona þetta sem að maður heyri frá hægrinu, sem þannig að ég segi, mér finnst að við að útrýma barnafátækt, að þá segir hægrið, dyggðaskrýting þetta. En ef ég segi, mér finnst að við að verja 12% landsframleiðslu í hernað, það aldrei dyggðaskrýting. Þannig ég næ ekki alveg þessu, af hverju það ef ég að tala fyrir einhverju sem svona húmanismi, af hverju það dyggðaskrýting? En ef ég að tala fyrir mannvonsku, að þá allt í orðina bara raunhæfar skoðanir. Ég skil þetta ekki alveg. Þetta ekki svona brjálæðslega einfalt, eins og þú segja. Ég held að, mér finnst til dæmis ég man eftir fyrir mörgum árum síðan, þá var stjórnmálamanneskja sem talaði það í algjörri eldræðu að það ætti að útrýma, að það ætti að uppræta skattsvik. Og mér féllust hendur. Ég hugsaði, ef við ekki bara uppræta glæp í leiðinni og illmennsku. Það hægt? Stríð gegn eiturlyfjum. Já, stríð gegn eiturlyfjum. Þetta vonast að tala svona. Og mér finnst stundum þegar verið að segja, þú talaðir hérna með friðin og svona. Sumt af því sem að heyrist með það, finnst mér bara innantóm orð algjörlega marklaust. Vegna þess að bara veröldin ekki þannig. Þetta bara röki sem að stríðsæsingafólk hefur beitt fríða sinna á öllum tímum. Þess að já, Teitur minn, þú ert svona næf og einfaldur. Heimurinn ekki svona, Teitur, að við getum lagt áherslu á fríð. Þetta verður við að sigra stríðið og svo kemur fríðurinn. Þetta bara búið að segja. Þetta sem ég er endur taka núna hefur reynst vera rangur málflutningur bara því að við fórum út úr hellinum. Ég ekki að mæra einhverja stríðsæsingafólk, en ég að segja að ég upplifi þetta stundum sem bara algjörlega innantóm orð sem lítið skilt við veruleikann. Akkur tökum við ekki bara það sem fólk að segja og ætlum því að það sé að meina það sem það segja? Mér finnst bara mjög gott að taka þátt í samtökum afstöðanstæðinga. Ef það að meina það sem það segja, það eiginlega bara alvarlegra. Þannig að þá það í algjörlega úr tengslum við bara heiminn eins og hann Þú getur þá getur maður þessna orðið kallaði eftir betra veðri eða eitthvað slíkt. Hvað er þetta að segja? Ég myndi segja að við höfum ekki að styðja herna hvergi, við höfum að vera vopnlaust og friðsum þjóð og stuðla góðu samskipti við alla menn, hvað sem í heiminum. Myndur segja að þetta væri bara eitthvað barnalegt, sá sem að segja þetta myndi vita betur og þetta væri bara fals og dyggðaskrýting. Ég myndi nú segja að þetta væri dyggðaskrýting. Ég held að þetta sé... Þetta bara mín skoðun, og búið að vera síðan ég bara mann eftir mér. Ég er að segja að það fínt af þessa skoðun, en ég held að sé ómögulegt fyrir stjórnmálamann að koma þessu áleiks. Þér finnst það? Við erum ekki sammála, þannig það er ekki þín sín rétt, þú ert þannig sem Sigmundur Davíð, með skynsemisíkjuna. Hann skynsemi sér rétt, allir sem eru annarra skoðana sér óskynsamir. Ég er bara að segja að ég upplifi þetta svona. Þú heyrir það vonandi. Mínar skoðanir. Nei, ég upplifiði það sem ég var að segja með að stundum finnst mér vinstri sinna orðræða hljóma fyrir mér eins og dyggðaskrýting. Það kannski þú ert bara hægri maður. Nei, hvað sem það er. En ég upplifiði alveg þannig. Og ég bara finnst bara Nú ef ég gengi í hús og rukkaðan árgjaldi fyrir þáverandi samtök herstöðanstæðinga, það dyggðaskrýting? Að rukka? Já, vera að vinna fyrir friðarsamtök sem að... Nei, finnst mér ekki. Nei. Er þetta ekki bara þöggunar tilburðir, Teitur? Nei, mér finnst bara, ég kannski er svona gamall og kaldur. Mér finnst til dæmis samtök herstöðarandstæðinga á Íslandi, fyrsta lagi hefði verið sniðugt að leggja því niður þegar NATO fór. Hefði nú verið sniður að leggja NATO niður? Já, það er kannski betra. NATO, þegar ameríski herinn fór. Já, þegar ameríski herinn fór. NATO fór ekki. Já, þessi fyrir ekki, þannig að ameríski herinn. En hvort að það sé dyggðaskrýting, mér finnst að
minnst alveg hallast í þá áttina á þess að ég hef eitthvað greinta sérstaklega, en ég held að er alveg sama hvað ég myndi safna miklum peningum hérna og gangi mörg hús og vera með spjaldið á lofti, Ísland og NATO hérna burt, ég held að hafi ekkert að segja. Það er bara sama áðan. En það er sama áðan. Ég meina, maður gekk bara Keflavíkurgönguna og ok, ég hugsaði með mér, ég var 15 ára eða 16 ára eitthvað og ég vissi alveg að herinn fer ekki út af þessu, sko. Það fór sann. En hann fór ekki út af mér. En maður hugsaði allavega, ok, nú þau vita allavega að við erum ekki með. Það er eitthvað fólk að spariskónum að labba hérna fram í Straumsvík með skilti og hérna. Ég er alferð á móti þessu, ég hugsa bara ef að þú trúir þig ekki að þín litla rödd geti haft áhrif þá getur við bara lagt niður bara lífið sko, vegna þess að ég held alltaf að þín litla rödd geti safnað fleiri og fleiri og fleiri og ég held að við skiptum bara mjög miklu máli, sama með áðan með Eurovision, ég veit að þetta skiptir ekki máli akkurat á sko vígstöðum, en þetta skiptir máli, mér finnst það skipta máli fyrir mig persónulega bara að koma frá Íslandi sem tekur þessu ákvörðun. Já, ég virði þetta, en ég myndi hins vegar halda að það séu til betri leiðir en þessi til þess að þoka málunum. Þá finnur þú bara þína betri leið. Já, þannig virkar líka samfélag. Við erum svo skrítið að fólk er að skipta sig hvað hitt fólk er að gera. Akkur má Erum við ekki öll að skipta okkur að þið finnst hennar leið eitthvað vitlaus, finndu bara betri leið. Þetta heitir mansplaining. Ég er einmitt að segja það, við erum að því, þannig virkar samfélagi, við erum ólík og ef það er gott og kröftugt díalóg í gangi, það sem eru alvöru hugmyndir setta fram og það eru borðnar fram á skynsemi og af góðum hug, sjáðu til, ekki þess að stjórnmálamenningin gera, þá held ég við séum einhvers staðar. En Guð minn almáttugur ef allir verið saman allt, það verið vont samfélag. En mér finnst eitt að því að með þess að svo næstu verið að segja þetta að vera sko að sum mál eru þannig að okkur ber bara sem íbúum á þessari plánetu að taka afstöðu. Okkur ber að taka afstöðu til þjóðarmálsins og það er ekki einhvern veginn aðrir sem að gera það og það eru náttúrulega 8,5 milljarðar af fólki hérna sem stendur bara frammi fyrir því að taka afstöðu til þess. Við getum ekki látið þetta viðgangast. Afstöðuleysi getur líka bara verið stórhættulegt. Og það á sama við umhverfismál og eyðileggingu á náttúrunni. Mér finnst mér bera að kaupa lífræntræktað grænmeti og ávexti ef ég finn það. Annars bara sleppi þeim. Ég keypti ekki mandarínur um daginn því að þetta er allt sprautað með einhverju eitri og þá bara. Það eru heldur ekki eins góðar og kannski ég er svona gamall sko. Ég keypti bara epli af því ég fann Ég bara fann alltaf bragð af mandarínunni. Nei, þetta er bara, þetta er eitthvað mjög furðulegt. Mín skoðun að hluta til er það, þú getur í raun og veru bara að tekið ábyrgð á sjálfum þig. Já, svolítið það. Og ég meina, ég hef svolítið farið inn í þessi máli gegnum mína kvikmyndagerð. Ég gerði nú til dæmis 2 kvikmyndir í Líbanon á sínum tíma sem fjallaði einmitt flóttamenn palestínska sem höfðu verið þar síðan þeir var hent út úr Palestínu 1948, 47 og 48 og ég áttaði mig á því að þú veist, þegar þú ert með kvikmynd, ok, þú getur sýnt kvikmyndina en í raun og veru breytir þú kannski engum hug nema þú, ég tók afstöðu þar allt í einu sá ég hvað var í gangi og þannig að þú verður bara að taka ábyrgð sjálfum þér. Þetta er sannlega ellin, hún er bara, ég var alveg, þú veist, þarna, alltaf tilbúin með nefan á lofti, en eftir því sem árin farast yfir, þá finnst mér einhvern veginn að það sé gagnslaust, hafi ekki upp á sig og það eru betri leiðir til þess að ná fram því sem manni langar að ná fram. Ég er alveg sammálaður með ávextina og svo. Ég er líka mjög meðvitaður neytandi í þessu samhengi. Já, talandi um nefan á lofti, ég held að fólk stundum hættir að hlusta þegar það er með nefan í andlitinu og það er nú kannski kvennabaráttan svona á sínu tíma frá alveg 70 fram til kvennaframboðunum að þá var það þessi húmor sem var svona léttleikandi sem að fekk fólk til að sjá hlutina í öðru ljósi en þú veist, og ég veit hann alltaf úr baráttunni, geibaráttunni að dropinn hólar steinin, þú veist, það urðu breytingar af því að fólk sagði þetta verður að breytast og við verðum að setja niður fótinn og berjast til þessu og þessu þannig að þú veist þetta skilar árangri. Þetta er góð líkinga. Maður hættir að hlusta þegar maður er með hnefann fram í andlitinu. Já, en þú þarft þá líka að finna leiðir, sko, aðrar leiðir til þess að fá fólk til að hlusta. Það er kannski það sem ég er að segja. Og þú þarft að vera pínleiti klár til að gera það. Það er einmitt það sem ég er að segja. Sá sem að segir, ég get ekki hlusta því með nefn í andlitinu, hann verður bara að finna þá okkur að leið til að hlusta, þótt að sem er nefn í andlitinu. Það gengur ekki. Það las ég grein daginn, ég veit ekki hvort það kom þessu máli við, af því að þú ert að tala um að það hefur breyst svona með aldrinum.
að málið að það út af hitastíðinu í okkur að þá soðnum við hægt og bítandi. Við byrjum sérst ósoðin og þessum eru börn svona oft þau eru svo bleikut saman og svo ný og svona ef þeim að deyr og það opnar okkur þá allt orðið grátt og eitthvað svona kannski þetta líka, ég veit ekki hvað þú varst að tala um þetta hægt og bítandi soðnum við. Ég heyrði þess að því það að koma jól, ég heyrði svo skemmtilega kenningu uppruna orðsins jól sem að þekkist í öllum Norðurlanda tungumálunum að það veit enginn hvaðan þetta orð kemur. Ein kenningin sem mér finnst afskaplega skemmtilega svo að orðið jól tengist orðinu hjól. Að þetta sé hjól tímans, þannig það búið að fara einn hring. Vist ykkur ekki svolítið skemmtileg kenning? Hringandi hring. Nú kemur ljósið aftur. Alltaf eins en aldrei eins. Þú veist, myrkrið búið, nú kemur það aftur, hann í hjóli búin að snúast. Herðu, sundlaugamenningin fór á lista UNESCO og við vorum að tala um sundaðan, vorum við búin að ákveða það? Máttu við tala um sundmenningu? Nei, ekki vesturbæðalögin. Við getum talað um landsbyggðarfólk þolir það ekki. Svaninn í Seltjarnarnesi, ég þarf að fara að tjekka á þessu. Hvernig valdi Seltjarnarnes? Það svolítið skrítið. Það svolítið spes, en já. Það rosa gott að synda hana. Ég held að sko... En já, ekki eitthvað svona saltvatn í lauginni? Jú, forseti UNESCO, hann ætti nú eða hún ætti bara að koma og setjast í pottinn og þá held ég myndi draga þess ákvörðun snarlega tilbaka. En ég held samfara þessum frábæra stimpli og þetta er skemmtilegt og svona, þá mætti kannski aðeins, ég er tíðgestur í Sundhöllinni og það þarf eitthvað fólk, ég nenni ekki að tala við og segja að vera aðeins meira í klefunum. Ég bæði lendi því, það er ekki alveg nýlega, það var svíja tannbustas í heita pottinum einhvern morgunin og svo lendi ég líka því einhvern veginn fyrravetur var ég allsber að arka með handklæði undir hendinni og það var rússnesk kona að tala í símann, hún talaði rússnesku allavega með símann svona á lofti og svona myndavísum og svo labba ég framhjá einhvern veginn svona með handklæði og þá sé ég bara einhvern mann einhvers þar í Sankti Pétursborg einhvers þar upp í sófa sem var að spjalla við konuna sem var bara búin að klæða svo var eitthvað svona lagára ég held ég hafi nú farið upp og sagt það er kona þegar ég fór upp taka myndir kannski ég verður að taka síman af fólki ég veit ekki bara best að tala við þetta fólk já, og bara svo niður sokkin í símanum ég held ég hafi bent á eitthvað svona, það er, þú veist, eitthvað svona sími með eitthvað, þú veist, ég var örglað ég vil bara fá að stranga sundlega að verða aftur já, eitthvað svona það voru nú svakalega hérna í Sundhöllinni í gamla daga með prikkinn og fara og þó sér Íslendingar eru með eitt atriði á þessu lista þetta er svona menningarlegu listi við erum náttúrulega með náttúruminjar og fleiri eins og Þingvelli en þetta er svona menning. Við erum eitt atriði annað á listanum. En nú kemur sem á aldrei að vera í svona spurningaþætti. Nei, samtalsþætti, nú breytist þetta í spurningaþátt. Hvað haldið þessi? Það er líka með mat að gera. Er það menning? Ja, það er svona menningarlegt sem að getur náttúrulega verið matur, getur verið verkmenning, getur verið samfélag. Þetta er svona alls konar dótarna. Það eru sumir, svíjarnir eru með hljóðfæri sem heitir eitthvað svona nikkelharpa. Er þetta eitthvað handverk? Já, ég myndi segja það. Er þetta handverk? Þetta er eins og frægramannaleikurinn, er þetta karl eða kona? Er þetta eitthvað svona prjón eða hekl? Þetta er ekki prjón. Nei, ég er alveg bara ísköld, veit ekkert. Þetta er súðbyrðingur. Já, pappi minn er skipasmið. Ásdís Thoroddsen gerði nú heilan myndum þann. En skýrið er búin að vera lengi á leiðinni, en vandi við það er Íslendingar búilega valla til skýr lengur. Voru búin að eyðileggja með því að dreifa nafninu út allt af ykkur sem er eiginlega búðingur. Já, það er sett ykkur ógeðslega. Svo er öðruvísi, skýrið í dag er öðruvísi, það var ekki ástæðan. Allt öðruvísi. Við ekki búin að klúra þessu með skýrið. Skýr, it's like the Icelandic yogurt. Já. En mér dætti í hug að við getum sótt til dæmis verslunarhelgar fylliríð. Það er mjög íslenskt. Já, það er samt ekki svolítið að dettu fyrir. Jólasveinarnir. Og gríla og jólakötturinn. En að ég segi ykkur að ég veit ég má ekki tala Vesturbæjarlaugina í sem þetta en ég verð að gera það. Ég get ekki hægt. Þú veist, ég er náttúrulega alltaf í Vesturbæjarlauginni, ég hef ekkert annað að tala um. Ég var í Vesturbæjarlauginni áðan og þar voru mitt gríla og stekkistöður og þau voru að fagna þessari tilnefningu UNESCO þannig að þið fáið ekki nóg að Vesturbæjarlaugin í dag heldur verður hún aftur í kvöldfréttum. Maður verður að taka upp myndir.
Þær voru bara að fagna já. þessu, það bara kom menntamálaráðherra og bara allir voru þarna, allir sem skipta máli í þessu samfélagi. Ég man þetta, það kom einhver danskur svona skipulagsarkitekt til Reykjavíkur að svona með einhvern palladóm borgina og hann sagði að hún var alveg glötuð og það var bara nýbýlavegurinn myndist á sá konu á nýbýlaveginum sem reyndar ekki Reykjavík á höfuðborgarsvæðið með barnavagna klöngrast í gegn þannig að sem voru bara eitthvað svona rauðningar og hann sagði þetta svona frekar dæmigerð fyrir þetta svæði en hann sagði það er eitt sem á höfuðborgarsvæðið hérna hefur stór Reykjavík það eru sundlaugarnar þar koma alls konar fólk sest þarna ofan í og byrja bara að bladra eitthvað við hvern annars og þetta geta þekkja eða bara þegja Það var þetta fréttina Svandís Svavarsdóttir lýsti yfir hún ætla ekki að gefa kost á sér aftur sem var formaður AFG Það ekki bara Sanna sem tekur yfir? Hún ætlaði nei, örugglega ekki. Síðuna? Nei, bara alla vinstri síðuna? Kannski bara leggja þér AFG inn í þetta nýja frambúð. Það voru fréttir úr Samherjamálinu sem að Samherjamálið, veit hvað land sem það kom upp? 2019. 4-5 ár. Það 6 ár og 1 mánuður. Og verið markbest að tefja þetta til þess að Ég veit ekki, ég minnst þetta að vera grumsanlega langt. Já, minnst það líka. En það voru að koma nýjir póstar sem að það sem að Þorsteinn Már að alla múturnar og fleira. Kemur það eitthvað óvart að hann haldið að sé mikið að gera þinn í Samherja sem hann samþykkir ekki? Ég rosalega hissa á nei. Þegar við séum komið önnur frétt frá RÚV að það var vitni sem var boðið það að fá nokkur 100 milljónir gegn því að þegja. Já, ég trúi þess ekki. Þú trúið því ekki? Nei. Ef ég fengi, þú veist, ég myndi þegja fyrir 4.000 skall. Okay, 400 milljónir. Ég trúi þessu algjörlega. Ég trúi þess ekki. Ég trúi þessu alveg. Allir myndu þiggja 400 milljónir fyrir að þegja. Jú. Þetta dygðarskreiting á konum hennar. Ég í alvörunni, ég ekki svona til 400 milljónir fyrir að segja ekki eitthvað. Það er bara nonsens að segja, sleppa því. Ég alin upp í blankættum og skulda 12 milljónir í námslán og bara, ég veit alveg. Svo kemur einhver Samherjamaður og býður 400 milljónir fyrir að segja ekki eitthvað. Teitur, þær eru að reyna að fá orðið hérna. Ég veit ekki hvað ég þarf að borgaði mikið til þess að þegja. En það er þess að 4.000 skall, en ég ætla bara að henda í því. Nei, ég meina, það er fólk sem þiggur ekki 400 milljónir. Ég held bara að við þurfum að muna. Þetta var bara kona sem var nú ekki að vitna, henni var bóð, já. Þetta er nú ekki alveg svona bara hvers sem er. Þetta er kona eins af sakborningunum. Já, og hún var að vinna, já. Ég bara, og líklega snerist tilbúið það að ef að Samherji yrði fríaðir af þessu þá sætu þeir bara eftir í vondum málum mennindi frá Namibíu þannig að hennar maður hefði kannski verið í verri stöðu og hún sagði henni frá þessu og hún vissi ekki að hann var eitthvað neinn hann var tengdur inn í þetta nú þegar en mér skilst að þau sé hægt saman þannig að en kannski hún rosalega rík. Kannski á hún einhverja gullnámi og þarf ekki að pening. Kannski var hún gift manni eins og Teiti sem var svona fjúrius yfir og hún skil ekki taka 400 milljónir. Eins og ég segi, ég myndi taka 4 skall. En ekki 4. Kannski Þorsteinn Már 40 skall, ég myndi taka 40 skall. 4 milljónir. Já, 4 milljónir. Ég meina, þetta er þessi tala út í hött. Þetta gerir strax þessa frétt skrýtna. Mér finnst það. Ok, eins og 300 milljónir staðis. Já, þetta er eitthvað sem ég veit ekki. Svolítið hátala. Já, ef það eru sannur fyrir þessu. Þetta var bara sekund þangað til að, já. Nei, þetta er bara eins og maður sagði. Sakleið þangað til Finnst ykkur eitthvað skrítið hvað þetta mál er lengi í afgreiðslu? Mér finnst þetta alveg merkilegt, já. Maður svona, okkur, og þetta er einhverja nýjar upplýsingar sem var grafnar upp úr einhverju gamalli tölvu. En mér finnst þetta að taka svolítið langan tíma, já. Og var ekki búið að rannsaka til sumar? Var það ekki sett út? Nei, ég held að það ekki komið bara fyrir svona 2 mánuðum að það væri tilbúið til en það er verið að ná eitthvað ný gögn sem er eitthvað svona Skype-gögn, verið að reikna út hvað þeir voru lengi í símanum, eitthvað sem hefur ekki komið fram áður. Ég veit ekki hvað svona tekur langan tíma. Þetta er íslensku dómstólum, ekki þar er áfrýjun í gangi og það voru einhver frétt frá Namibíu það að gæti tafist. Ég held að dómarana hafi verið að deyja og eitthvað svona, það er búið að dæma töluvert mikið þar Þetta er ekki dúrsamál. Ég var að sagt fréttir að það er skemmtilegt hneykslismál á Spáni þar sem er fyrirverandi innanríkisráðherra sem er sakaður að hafa keypt af vini sínum svona grímur í COVID og það sem hann var að fá fyrir að var aðgangur að íbúð og hitt og þetta. Það sem fannst merkilegt þessar fréttir er að krafan frá saksóknara er 24 ára fangilsi.
Já. og hugsaði bara, já, það taka menn svolítið alvarlega spillingun á Spáni svona með við okkur hérna. Já. Ég meina, já, það Frakklandsforseti fyrir hann fór í fangilsi út af, Í 20 daga. Já, 20 daga, út af Hann er Gaddafi. að skrifa bókum. Já, er búin að skrifa hana? Ég held að Gera smá peningur þessu. það er skrifað allan þennan tíma sem hann var í fangilsi, hann hefur náð að skrifa einu bók. Ekki gott þegar stjórnmálamenn svona endi í fangilsi og fara að skrifa bækur. Ég, Getur enda með Mein Kampf. ég En satt- sko, ég ég var satt bara að með hissa að skildi sekt. gerast. Ég satt að með sekt í hérna, þá er ég blankur átti gefna á sektinni, en ég sá það fyrir mér, ég ætla að fara og setja hana af mér á Karfisgötunni í 10 daga og skrifa grein og ég gerði það, og ég ætla að byrst í mannlífi eða eitthvað svona. En það var alveg stórkostlega furðulega reynsla að sitja í fangilsi. Bara í hegningarhúsinu gamla. Nei, þetta var bara á ganginum hann upp á Karfisgötunni. Já, svona, já, það sem- lögreglustöðinni, já. já. Það er svona sér gangur fyrir skuldafangilsi hefur verið aflagt eða víðast í heiminum nema á Einmitt, á Íslandi. Íslandi. Og var skuldin þá felld niður. Já. Ó, Og svo þurftur að rýma, þannig að ég var sleppt út einu degi fyrr. já, Þetta kom einhverjum en krútlegt. En ég upplifun að vera svona lokaður og vera fyrir svona litlu áriti að ég minnir að ég orðaði greinin þannig að mér leiði eins og stólnum í klefanum. Að mér fannst ég bara ekki hafa neina sko vitund eftir. Það er ótrúlega álag að vera lokaður svona inni. Ég hugsa, ég finn ekki svo mikið mun, ég er bara alltaf heima hjá mér. Það ég með tölvu. Svona rithöfundur. Já, ég er bara, Já, ég held þú verið að geti tala- verið í klaustri og það var miklu hressara. Og hafi náð bara svona fókus Nei, og, nei, ég- og núvitund. Þú varst ekki að vera við COVID. Lítið, ég fór bara út og fann einhverja veitingastæði sem var opið svo ég sagði eitthvað fólk og nei, vinum hans komu bara í kaffi og svona. Ég fór í sótkví og já, það Það er skólastjóra mánuði, maður bjóð við það. Ég er með teika á það. Ætlum við að teka það? Nei, þetta. geggja. Sko, Illugi Gunnarsson réð hennan skólastjóra fyrir heldur 10 árum síðan Já. og skólastjórnin mælti ekki með honum, mælti með 3, Já. en Illugi ræður náttúrulega veginn sinn. Sem var starfsmaður ráðuneytisins. Og þetta bara sýnir það að svona spilling og fúsk, það kemur alltaf tilbaka. Þetta er Karma. Já, Kemur á karma, skuldadögum. þetta bara kemur í hausinu á okkur. Og nú er sko samfélagið að gjalda þess með óeiningu og leiðendum og leiðendum líka fyrir skólastjóra. Þú veist. Þannig að við gætum að því að svona aðvendan og við ætlum að vera góð í desember, þá getum við satt sér svo að lærdóminn þessar sögur það að við höfum ekki að þykja svona greiða sem að illugar. Þú ert ekki að bjóða þess að greiða. Þú ert bara að vera faglegur. Ég kannski við erum fæst í aðstöð til þess að veita greiðana, sko. En kannski. En fúskið er þar. Það Nema átt að hlusta á skólastjórnina Já. sem sagði við mælum með þessum eða þessum. Já, og þá er bara einhver gaur tekinn í staði. En Teitur, nema að þið verið að bjóða okkur mútur fyrir að þegja, þá. Fjögurskall. Já, það er ekki mikið. Allt í 4.000. Fjögurskall. Já, ég er sammála þessu. Ég held líka bara að það þurfa að vera miklu meira gagnsæi og þetta á ekki að vera bara undir Illuga Gunnarssoni komið. Þetta var þannig. En það er kannski gallin í kerfinu að Þessi ráðherra skipa skólastjóra. ráðherra sem skipa skólastjóra. Mér finnst þetta Það er alveg svolítið glatað. Mér finnst það bara að það á bara að vera skólastjórn sem er skipuð bara hæfu fólki og þau er bara ákveð þetta. Og svo Það er komum bara við eins reynda og mjög annars staðar. góð pæling að með embættismenn eins og skólastjóra að það sé einhver grensa á embættistímanum. Já. Það er, mér finnst það bara Er það eðlilegt að ekki? nei, það er ekki. Ég akkur er á þessu, ég hef sagt það hérna áður, ég var í Vogaskóla, þá var Helgi Þorláksson var skólastjóri og ég get hitt fólk sko sem er sko 10 árum eldri ég og 20 árum eldri ég, 20 árum yngri, við getum að sest niður og tala um Helga Þorláks, hann var Vogaskóli og Gvendur Skalli yfirkennari, ég veit ekki hvað þeir voru í Vogaskólanum. Settu stórkostlands upp, Gvendur Skalli, maður kallar þetta á sal og þá held Helgi, hann er ekki með fyrir punktum koma strik, ég held að hans er fyrir mitt skólastjóras sem að gæti lagt heilu raðirnar í rúst með ræðuhöldum. Já, ég talaði yfirlið. Já, talaði yfirlið. Svo kom Gvendur Skalli og spilaði eitthvað skemmtilegt og við sungum með stórkostlega. Ég veist reyndar að þetta var alveg áhugaverð umræða sem kom hana bara að það var hrikalegt að maðurinn þurfti að sækja vinnu og svona. Já, er það eitthvað drama, getum ekki bara þá, já. Þetta er ekkert svona, þegar maður er í þeim bransa, maður sækir listamannalaun einu sinni á ári og fær kannski, 3 mánuði, 6 mánuði, eitthvað. Það er svo milli eitthvað að sækja vinnur. Það er svo milli að bara, reyna að ringi frænku sinni og blómabúð og spá hvort maður meita einhverja vaktir eða eitthvað. Ég verði að ræta við vinkunum mína mitt í gær og hún sagði, mér finnst bara þingmenn,
þeir eru að vera á svona díl. Þeir sækja að vera þingmenn, svona eins og listamannalaun, skrifa bara hvað ætlar þú að gera og svo, eins og maður getur ekki sótt aftur listamannalaun nema sé búin að skila framvinduskýrslu, hvað gerður framvinduskýrslan hérna, hvað ertu búin að gera á tímanum og kemur eitthvað bók eða kemur eitthvað leikverk og þú færð ekkert aftur eða þú ert ekki búin að frumsýna eitthvað nýtt verk og svona. Þetta er bara stórbrotin hugmynd. Já, ég sæti í andaímyndir sem, ég Sigríður Andi sem fær 3 mánuði. Hún er með svona nokkuð hugmyndir, hún afgræði þær á svo stuttum tíma. Sigríður Andi, þú sagðist að það afgræði þessi mál og við sjáum ekki árangurinn með þetta því. Svo getur þú sagt, ég læt Jens Garðar eitthvað, hann fær 6, þetta var rosa vandlega unnin hugmynd sem hann var með í sambandi við þetta og svo getur maður bara að hann er búin að fá 12 svo mörgum svona þessi. Þetta byrjaði hljóma þess að þú var rosa ánægð að ráða eiginlega hver situr á þingi. Við vorum alveg bara, hún var orðin alveg heiti í svo sem þú er búin að fá 12 mánuði núna, 4 sinnum og þetta ekki búin að, hvað er búin að koma frá þér? Ekki neitt, út. Það er svona gusur yfir því í mokkanum eins og Andri Snær. Akkur haldið að Andri Snær færi svona taugarnar á hægrunum. Já, Hallgrímur Helgason. Hallgrímur Helgason, það er svona, þeir eru með einhverja nokkra sem eru alveg með á heilanum. Það er ekki búið að borga nóg fyrir að þegja. Ég held, bara þeir eru of klárir. Þeir eru bara of beittir og sniðugir til þess að sjá einhvern veginn veröldina og þá verða þau brjáluð. Ég held að sé þannig. Og það fylgdi þessu hjá vingunum minni í gær sem heiti Átjánni, hún sagði, svo mætti bara láta að fá sömu upphæðin á listamanninu, einhver 500.000 kall verktakalaun. Já, verktakalaun. Engin eftirlaun og ekki neitt. Það var stríð, já, nákvæmlega. Og þá myndir ekki fara í þetta nema að brenna fyrir þessu. Og svo finnst mér að þetta er líka að að því að ég er búin að hugsa þetta þessi 2 orð, metnaður og metorðakind, að það ætti að skrifa svona smá umsögnum munin þar á milli. Mér finnst þetta mjög spennandi 2 orð. Hvort ertu með metnað eða ertu að þess að metorðakind? Og svo keppnisskap eitt líka. Þú sem er alltaf að reyna að vinna eitthvað. Já, það er ekki hægt að vinna þetta. Þú getur bara einhvern veginn reynda, þú vinnur ekkert lífið, þú bara drefst einn daginn, sko. Það er svona, það er eitthvað. Svo rís maður upp. Já. Þannig koma jólin. Jú, við höfum að trúa því. Það er ekki páskar, það er ekki koma páskar. Eldin. Það er þetta árið er þetta fá afslátt á hreinsunareldinum. Ég var í Róm daginn og það er fólk að koma og það er það er eitthvað svona hátíðar ár. Já, það geta stytt manns í hreinsunareldinum. Hjá okkur kaþólikkunum, við getum gert eitthvað og farið til Rómar og það er svona skúrar, það sem fólk var að koma í pílagrinsgöngum. Og svo í Vatikanið. Já. Og það getur maður að fengja afslátt og stýtur í hreinsunareldinum. Og ég það er rosa biðraður. Gerðu það ekki? Ég fór inn í Vatikanið og það var svo langar raður og svo grænandi rigning þannig ég sagði manni kom bara svona sneikum okkur inn eins og ykkur krimmar. En þá var páfinn þannig á staðnum. Og hann er bara svona rísa skjá. Hann bara taki heilsa ykkur fólki upp á palli og svona, þetta var mjög skemmtilegt sko, en ég var að lesa. Keyptur ekki styttingu? Nei. Hvað er að gera? Ég hefði átt. Já, einmitt. Ég þarf bara. Þú ætti eftir að sjá eftir þessu. Ég eftir að sjá eftir þessu. Það var svo mikið rigning. Það var grenjandi rigning. Ég held að það er þetta ekki bara, maður getur verið þarna í nokkar aldir í þessu heimsvæð. Já, maður getur, ég verið að skrifta eða fá mér aflótisbréf. Herðu, nú er komið jól og ykkur hlakkar til jólana? Já, það ekki, jú. Já, ég má að gera það þegar maður er með blessu börnin. Hvað börnin gömul? 7 ára. Það er frábær aldur fyrir jóla. Já, skemmtilegur aldur. Það er það besti aldur. Það er bara, þú veist, því miður að þá er jólasveitin að falla niður einhverjum stalli en við reynum að halda merkjum fram til jóla. Ég á 5 barnabörn, þannig að það er bara mikið stuð. Ég er með 5 og 11 ára sko, en á meðan einhver í húsinu trúir ennþá þá fá allir skóin. Já. Ég fæ skóin alltaf 24. Það er bara, það verður forever. Teitur fær ekki skóin. Ég fæ ekki skóin sko. Ég fæ ekki skóin. Herðu, mjög gaman að fá okkur hérna. Þórdís, Vera, Teitur og Hrafnhildur. Kærlega. Ég ætla að þakka honum Pétri Fjellstein fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa fyrir að breyta þessu samtölu okkar í fjölmiðlum. Minni á að það eru áhorfendur og áhorfendur sem hafa byggt upp samstöðuna.
fyrst og fremst kannski sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur. Það þeir sem gefa okkur afl til þess að halda þessu úti og ef fleiri betast við þá getum við elt þetta enn frekar. Ef þú vilt slást í þann hóp velunar af samstöðunum þá getur farið inn á samstöðum.is, það hneppur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem grunn áskrifti sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og því sem að kjósi getur átt áskriftunar en þessi félagsgjöld inn í alþýðufélagið, en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott í bili. Hérna á morgun verður klukkan 9 verður helgispjall og síðan í hádeginu og sunnudaginu verða Synir Egils. En hvernig til þess að kíkja á það, en þannig segir ég bara góða helgi. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Staðreyndirnar eftir Hauk Má Helgason er glettin og graf alvarleg saga vélrænt vit og uppgjör við fortíðina. Forlagið Fiskislóð. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.